Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Við setjum hér Gunnar Smári Egilsson. Þú varst að lesa einhverja bók áðan, svo Gunnar, hvað varstu að lesa? Bók? Já. Sem ég er núna? Já. Þetta eitthvað sem ég ætla að fjalla á morgun eða hinn, sko. Þannig að við skulum bara fela þessa bók. En ég eins og með umfjöllun bók sem ekki komin út, Þuríði Formann, sem Auður Styrkasdóttir hefur sett saman, hún ekki komin út. Þetta er önnur bókin sem skrifuð Þuríði Formann. Já. Langt síðan svo fyrri kom út? Já, svona miðja síðustu öld. Það er náttúrulega þarf að endurskapa fólk og hugmyndir og fleira inn í okkar samtíma. Þannig ég býst við að Auður gangi frá þessu öðruvísi heldur en var gert áður. Manstu hverju Þuríði Formaður er? Sko, það litla sem ég veit hana, það litla sem ég veit hana, ég veit ekki neitt hana. Mig grunar að hún hafi verið fyrsta konan til að stýra róðrum við Íslandsstrendur. Það er nefnilega ekki víst. Sko. Það er bara það sem mig grunar. Það er ekki víst, sko, því að það er þannig að, og það hefur reynda verið fjallað það víða erlendis. Ég man ekki alveg hvort það hefur verið svona alvöru úttekt á því hérna heima að við göngum oft með þær hugmyndir að sko konur hafi farið í svona kallastörf eftir seinna stríð. Það er svona einhver góðsaga það. En málið er að fyrir iðnbyltingu að þá var miklu algengar að konur og karlar gengi í sömu störf. Langamma mín vann til dæmis við vassburð og kolaburð í Reykjavík og móðir hennar líka. Og það verið svolítið fjallað erlendis vegna þess að það er svolítið svona skakt þessi hugmynd að konur hafi einhvern veginn verið í einhverju kvennahlutverkum, svona skýrt afgreindum. Kallarnir svona sinnt öllum störfum utan hús. En síðan hafi þetta breyst bara þegar mæður okkar voru ungar. En það er ekki alveg þannig. Þannig að við vitum í sjálfum sér ekki, en við vitum að það eru miklu fleiri konur sem voru í róðrum heldur en að við höldum. Já, sko. Ef það er hægt að orða að setja ykkur á svo aftalega. Ef kona orti fallegt ljóð, þá var höfundur ókunnur. Kallarnir vildu ekkert að það spyrðist út að konur væri að yrkja fallega og höfundur var ókunnur. Við höfum haldið þeim náttúrulega niður í öldum saman. Þuríður Formaður, hún var sko þekkt fyrir að hún gekk í karlmannsbúningi, ekki bara í karlmannsfötum, í buxum til sjós eins og aðrar konur gerðu örugglega líka. Heldur tók hún upp á því miðjan aldur að klæða sig í karlmannsbúning með svona hatt og í einhverjum síðum frakka með svipu og öðru slíku, þannig að hún tók á sig svona karlgervi. Já, og talandi sko karlmannsbúning, þá er nú gaman að segja frá því að í þættinum í kvöld þá ætla ég líka að fjalla bók sem að Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands, hefur skrifað og hún er sem sagt kona að fjalla víkinga. Og ég held að muni koma fram í viðtalinu að sko hún hefur verið á kannski einhverjum fræðiráðstefnum og er þá eina konan í hópi tuga karla að þetta hefur verið svona þeirra viðfangsefni, víkingarnir. Og við ætlum svolítið að takast á við spurninguna hvernig eigum við að hugsa víkingana til forna? Hvert ætti viðhorf okkar til víkinga að vera? Bókin hennar er það. Til dæmis þegar ég nefni orðið víkingur til forna í þín eyru, dettur þér í hug nauðgun, rán, ofbeldi eða hugsarðu frelsi, hugrekki, eitthvað stórkostlegt? Segðu mér það. Hvað dettur þér? Það er sko sum hugtök eru svolítið svona misbreið. Já. Stundum erum við að tala hérna ífrjálsíkjuna sem þú getur skilgreint hana mjög þröngt og eitthvað svona, þú getur líka skilgreint hana sem tímabil og þá er það margt sem að gerist innan þess og sama á við víkinga. Maður gæti séð fyrir sig sko menn í víking að koma og ræna og rupla og annað slíkt, en maður getur líka séð bara tímabil sem er víkingaöldin, þar sem að ýmislegt gerðist, þar sem að voru sko miklar siglingar. Það var náttúrulega á þessu tímabili var Atlantshafið eða hluti Atlantshafsins af því að það voru erfiðleikar með að ferðast yfir land á þessu tíma. Þannig að víkingaskipin urðu eins og hraðlestar á sjó og það smara stækkaði heimurinn bara mjög snöggt og þeir náttúrulega fóru mjög víða. Þannig
Það svolítið talað þetta hérna aldamótin. Það var verið að minnast landafundana. Og held ég að Ólafur Ragnar eða eitthvað svona í kringum hann hafi verið að tala þetta hafi verið sko eins og veraldarvefurinn þess tíma. Já. Opnaði svona tengingar á milli fólks. Það getur horft svo jákvætt á þetta, en allt niður í það að þarna voru náttúrulega bara ribbaldar sem að komu og rændu fólki og stálu öllu sem að var örmætt og ég hef upplifað ákveðin paradísarmissi sko, þegar ég krakki þá það að vera víkingur, það eitthvað heillandi og stórkostlegt. Svo bara 10-15 árum seinna þá manni kennt að þetta hafi verið alveg voðalegar verur og það getur verið svona sko á langri ævi, ég tel mig hafa lifað lengi 60 ár að maður verður oft var við það að eitthvað sem var hélt og einhver ímynd sem var í kringum eitthvað, hún fer svona upp og niður eins og í Öldudal. Það er gaman að ef þú fer til Írlands þá annars vegar sérðu sko, þeir líta á víkinga sem ræningjana sem að eyðilögðu þeirra menningu og ef þú ferð á safnið í Dublin þá bara svona bara merki pyntingar og viðbjóð víkingana. En svo náttúrulega komu víkingarnir og þeir fóru ekki sko. Þannig að þú sérð þú liggur við og finnir fyrir því sko. Að þetta var menning sem að blandaði síðan saman við þá sem að fyrir var. Þannig að Írar eru komnir af víkingum. Og ég held að sé í gangi að mér fannst það svona þegar ég var þarna í bara stutta stund. Það fannst mér að vera svona einhver umræða komin að þeir ætluðu að finna einhverja leið til þess að hafa víkingana líka hluta af sinni sögu. Ekki bara óvinnin sem að kom og þeir gátu rakið í burtu. Heldur líka, þannig að ég held að þeir sé ennþá meira spennandi að fara og tala víkinga á Írlandi heldur á Íslandi. Af því að þar ertu með sko skepnuna sjálfa, en hún líka hluti af þinni sko sögu. En þetta fortíðarhluti, dagskrárinnar sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Og við ætlum eitthvað aðeins að koma við í samtímanum líka. Já, ég nefnilega sko kannski ástæðan fyrir að ég vil tala við Þuríði Formann sem var kona sem gekk í karlmannsbúningi því ég ætla að vera með svona spjall kyn og kynhlutverk. Já, kynusla. Já, við svona fólk sem hefur sum hafa skipt kyn eða leirið sitt kyn og önnur eru svona skilgreinansi í hvorugkynin og öðru slíku. Það kemur hingað Alex Diljár Birkispur Helsing, Veiga Gretastóttir Súlbust, Kitty Andersson og Una Theodor Braga. Já. Og ég ætla ekki að vera að tala þeirra sögu eða sko stöðu transfólks eða eitthvað leira. Ég ætla að reyna sem bara svona maður sem bara taldi sig bara fæðast inn í eitthvað kyn og bara gekk inn í eitthvað kynhlutverk og hef svo sem ekki mikið verið að velta fyrir mér sko karlmennsku minni eða kvenleikanum í mér eða neitt slíkt. Að ég ætla að ræða aðeins svona bara í gildi kyns fyrir einstaklingin og fyrir samfélagið við þetta fólk sem hefur pælt miklu meira í kynum heldur en ég. Og sömuleyti það langaði mig til þess að gera þetta því að það var mannstu í kringum ólympíuleikana og eitthvað fleira. Það var svona umræða kyn og eitthvað fleira. Og mér fannst ég svona var svolítið áttaður í þessu umræðu því mér finnst að þeir sem voru að taka þátt í þessu mesta hita, ég áttaði mig ekki alveg hvort þeir voru að tala að þessi stæði eitthvað svona ógn því að það náttúrulega kynhlutverk okkar sem við göngumst inn í það náttúrulega stór hluti af persónuleika okkar og ég fekk svona tilfinningunni að við höfum kannski bara gott að tala aðeins sko kynhlutverk og hvaða gildi það hefur sko því að tjáningin hjá mörgum fannst mér vera bara eitthvað svona varnarviðbrögð, svona svipuð og maður kannast við þegar rauðsokkurnar voru að koma fram og svona neituð að gangast inn í sko fyrirfram skilgreint kynjahlutverk. Að þá fannst mörgum kölluð að sko eitthvað svona rosalega ógn við sig og sama þegar menn voru að koma út úr skapnum, hommar og lesbíur, að þá þótti það svona allavega þú kannast við þetta er svo miklu tilfinningar þrúnari umræða heldur en að efni standa til og það hlýtur að snúast það að svona kynhugmyndir okkar sjálfra eru við höfum allavega gott að því að velta þeim aðeins fyrir. Ég ætla að tala við sérfræðinga kyn.
Mér finnst frábært líka bara að ræða við fólkið sjálft. Það mjög mikilvægt. Ég reynda bara að þegar fólk að móðgast. Tala við þessi vegna þess að ég býst við að þau hafi pælt meira í kynjum heldur ég. Já, en sko þegar við erum að móðgast fyrir hönd annarra hópa og valið stendur á milli þess eða að fólkið eins og það kemur bara af skepnunni getur komið til manns í fjölmiðlana, þá síðari kosturinn töluvert betri. Og ég held að fólk sem hefur skilgreint kyn sitt með nýjum hætti, ég held að það bara betri innsýn inn í kyn heldur en við flest. Ég held að við getum bara lært ýmislegt af þeim. Það var eiginlega hugmyndin. Ekki spurning. En það var mikið fjallaði með öðrum fjölmiðlum viðtal þitt við Jódísi Skúladóttur í gær drykkjuskap á þingi. Já, heyrðu, hún eiginlega bara setti samfélagið á hliðina, má segja. Þetta var bara aðalfréttin í öllum fjölmiðlum og menn tóku nú svona misjafnt út úr þessu. Það burðar mikið viðtal, en það sem var svona helst fréttaefni, það var þetta sem hún sagði þingslitin í sumar. Það hefði verið fyllirí og það hefði ekki verið til fyrirmyndar. Og hún hefði sem sagt kært þetta mál til forsætisnefndar Alþingis. Og það sem hefur síðan gerst. Þú veist að draga menn bara inn í þingsal til þess að greiða atkvæði til þess að klára þingið? Það er nefnilega eins og þú kannski tókst eftir, þá reyndi ég að ná því útrinni í gær hvaða þingmenn við værum að ræða. Hún vildi ekki greina frá því. Síðan hafa bæði núverandi þingmenn og fyrrverandi þingmenn tjáð sig mikið þetta mál. Og það eina sem allir passa sig á að gera að enginn nefnir þá þingmenn sem mögulega drukku yfir sig í sumar. Og þetta mál hefur dregið þann dilk á eftir sér núna af því að bara, ég held að séu bara allir fjölmiðlar meir og minna að skrifa fréttir hafa verið að því síðan við birtum þetta viðtal í gær að það sem hefur komið upp úr þessu það að Birgir Ármannsson, forseti þings, hann hefur gefið út að hann ætli að tala við alla þingflokksformennina og ég veit ekki hvort við getum sagt að hann ætla að skamma þá eða brýna þá til þess að þeir hafi hemil á áfengisdrykkju þingmanna eftirleiðis. Þannig að ég held að megin og álykta að þetta sé ekki bara stormur í vatnsglasi eins og sumir hafa reynt að afgreiða málið. Ég held að hún hafi nú haft sitt hvað fyrir sér í þessu. Það kemur líka engum sérstaklega óvart sem hafa fylgst með þinginu. Nei, svo það nú. Það mikil drykkja bara í kringum pólitíkina. Já, en hefur verið lengi. En þetta hefur verið tabú umræðar. Í því felst ekki að það séu allir fullir, sko. Alls ekki. Ég sá það svolítið í umræðinni að menn voru að segja svona að menn væri nú edrú að það líka, eins og það er oft þegar kemur svona umræða. Það var, nei, ég meina, Jói var edrú. Eins og það stór frétt. En sko, af því þú nefnir þetta svona, þá við ætlum einmitt að hefja dagskrána í kvöld á spjalli við borgarfulltrúa og ég held að þessi borgarfulltrúi muni segja frá því að þegar hún fór í fyrstu vinnuferðina út fyrir landsteinina þá hafa hún bara gefið sér að það væri vinnuferð og þegar ég og þú við mætum í vinnuna að morgun dags þá erum við ekki blindfullir, ég réttið ekki bjórflösku eða romflösku og við erum ekki að drekka hérna fyrir hádegi en þegar kemur að sko vinnuferðum þá hjá opinberu starfsmönnum ekki síst pólitíkusum, borgarfulltrúum, bæjarfulltrúum, þingmönnum þá virðast kannski vera einhver allt aðra reglur og ég held að við ætlum aðeins að þetta verði svona okkar framhalds sín á þessa umræðu sem að hóst með viðtalinu við Jódísi í gær. Ég held að það sé mikið drukkið í svona ferðum stjórnmálafólks. Og við blaðamenn við svo sem tókum vel við í gamla daga líka. Já, þegar ég var ungur, ég hef verið bara 20, ég man ekki, þá var bróður minn að vera þjónn á sögu og var að vinna í Sunnasalum á Norðurlanda þingi. Já. Angri Jörgensen var forsætisráðherra Danmerkur, ég man eftir honum að því hann satt svona með krosslaða fætur að tala við einhverjar ungar konur fram á skör eins og sagtir. Það var svona ennþá leifarnar af hippaárunum, hann var svona í svona satt eins og hann væri í unglingaherbergi og var bara fínn. En svo var rosalega mikið drukkið og þegar maður er svona þjónn þá er maður að gefa svona áfengi, dassa, bæta við
þá tók maður alltaf eftir í að svona þriðji frá og svona horfði alltaf að fylgdist með manni sko og kláraði glasið. Þannig þegar matur var búinn þá voru allir orðnir sko rosalega fullir. Ég man eftir einu að þetta var hérna einum Svía. Já, svo var eitt sem maður tók eftir, þá var fólk svona vomandi á milli, svona mjög drukkið, svona miðaldra fólk, svona í leit að einhverju ævintýri í Íslandsferðinni sinni. Það voru tímum lakkrísmyndana, mann eftir einum Svía sem stóð og hafði bara rugglast á einni súlunni í Súlnasalunum, ég held þetta að væri komin á klósettið sko, hann pissaði út í súluna. En á stillingum hjá mér voru hérna grænlendingar. Já. Og þeir sátu og fengu bara hérna heila viski á borðið og mér fannst til að vera lang svona síðaðastir, þeir drukku náttúrulega mikið, en þá svona gekk orðið bara á milli, þannig að kom ykkur og hann var að segja ykkur sögu og hann hafði orðið bara í svona 12 mínútur og svo talaði næsti og þeir skiptu sér ekkert að þessum svona skandinavum sem að voru þarna ykkur svona ringrásum og mér fannst mér bara manni þetta þú ert að segja þetta núna, þetta svona fólk í einhverjum utanlandsferðum á vegum einhvers eins og bara það sagði mér eins og þingmaður að aðalatrið að komast í utanríkismálanefnd og segja, nú okkur þá verðum við sendið í hérna kosningaeftirlit þá ferðu bara hérna 10 daga, 2 vegna ferð einhvers staðar á okkur stöðu sem að þú myndir aldrei fara sjálfur á. Já, ég held að segja alveg ljóst að eimir eftir á þessum gömlu ósiðum og það er það sem að hún vildi setja á dagskrá, hún Jódís og þú veist hvernig þetta að hérna, þegar kemur einhver svona gagnrýni, þegar eitt okkar segir frá, kjaftar frá þá leggjast hinn dýrin alltaf á þennan eina sem að kjaftaði frá. Drykkja var tekin út úr blaðamennsku, þegar ég kem inn ungur að þá fór maður að blaðamannafundu og þá var bara asni sko, vodki með ginger ale á blaðamannafundu. Já, og það var hérna alveg stórkostleg drykkja að menn var að koma að blaðamannafundur svona klukkan 3. Ég rétt náði í þessa menningu. Já. Þegar ég byrja í blaðamannsku þá verða menn blindfullir á blaðamannfundur. Fréttatilkynning var hérna fest á með silkisnælum aftan á bakið á einu blaðamannum. Þannig þegar hann dó fram á ritulina þá var þetta að taka sko fréttatilkynninguna og setja hann í blaðið. Já, og sumir fjölmiðlar gerðu ekki ráð fyrir að blaðamaðurinn sem fór á blaðamannfundur kæmi aftur samdægur. En svo allt í einu, ég get ekki sagt hvernig það var bara allt í einu að bara hætti þetta. Já. Og hérna varð miklu síðrað, þetta hafi verið sko blauð stétt og drukkið eftir vinnu og svona, að þá svona drykkja á vinnustað var alveg horfin. Og til dæmis þegar ég fór til Danmerkur og tók þátt í að búa til Nýjadavísin, að þeir vildu hafa sko kaldan bjór á skrifstofunni, þá var ég alveg hissa sko, þá var þetta alveg... Var það bara upp á hvern dag? Já, það er bara þannig. Já. Og þá hérna enda mjög drykkvöldi útdælendir en þá fannst mér þetta að vera alveg horfið út úr blaðamennskunni. Ég held að þetta var aldrei almennilega farið út úr stjórnmálunum. Og það er margt í stjórnmálunum sem að svona, þetta er svona drykkju, það er eitthvað svona það er bara þessi móðgunagind og þetta menn alltaf með egóið framan á sér og það er eitthvað svona vanþroska tilfinningar í stjórnmálunum sem að ég held að megi alveg rekja til þessara drykkju. Já, það verður forvitnilegt að heyri einni Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem ætlar að koma hér. En hérna, ég fór út að borða í hádeginu með þér og það gekk ókunnugum að þér og vildi fá að hérna borga áskrift að samstöðinni. Gerist þetta bara dagstaglega að þú ert að labba niður Laugaveginn og fólk hópast að þér og segir, heyrðu, ég vil fá að borga áskrift að samstöðinni? Nei, ekki þannig að fólk vilja vera að borga, en það er eiginlega allstaðar þar sem að fólk er að tala um samstöðina, það er bara þannig. Já. En þetta gerir stundum. Þetta gerir stundum? Þannig að það var reynt að skrá sig en ekki tekist. Já. Þannig ég tók nú bara númerið hjá honum og ég ætla að hringja í hann og hann tók að ég get ekki skráðan sem áskriftanda. En þið áhorfendur sem að lendið í vandræðum með það að borga áskriftargjöld til samstöðarinnar með því að fara inn á vef okkar samstöðin.is og þið finnir hnappinn sem stendur á áskrift. Ef einhver ykkar lenda í vandræðum, hvað eigum þið þá að gera? Þið getið sendt til dæmis þið getið fundið mig bara á Facebook, bara í Messenger, ég hef samband, eða þá að samstöðin.is er líka. Þetta er senda. Okay. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að því að við erum náttúrulega að búa þetta til úr engu og við erum ekki svona, það er ekki auglýsingar hér og það er ekki svona, auðvaldið er ekki að dæla peningum í okkur. Þetta er bara fyrst og fremst byggt upp á að fólk leggur til hver sig
svona lítið í öllu samhengi en úr þessu getum við búið til eitthvað sem stórt og þess vegna munar okkur hvern sem sko, þannig ef að þið að skrá ykkur kannski í áskrift og gengur ekki endilega réttið pendina og við munum hjálpa ykkur því að við viljum ekki missa fólk frá okkur út af okkur tæknilegum vandræðum. Og svo við tökum það fram að þegar ég vitni til þess að við höfum farið út að borða í hádeginu þá var ekki nautasteikin með bearnaise heldur fiskibólur. Í Múlakaffi. Í Múlakaffi. En eigum þú ekki bara að fara að starta sjónu í kvöld? Já, ég ætla að fara og þú ferð að tala við hennar Sönnu. Já, fyrsta viðtalið hér í kvöld, handan við hornið. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, eins og við nefndum áðan við Gunnar Smári þá hafa orðið alveg gríðarleg viðbrögð við viðtali sem við tókum við Jódísi Skúladóttur þingkonu VG í gær. Hún ávarpaði þar brennivínsmenningu þingmanna, getum við að sagt. Og fátt hefur verið meira rætt síðasta sólarhring en það hvort þarna sé einhver svona ósiður, einhverja leifar á gömlum tíma sem að hafi í rauninni fengið að krauma án þess að upprættar hafi verið, ef svo mætti segja. En hvernig skildi ástandið vera til dæmis í öðrum kemum stjórnmála á Íslandi? Hvernig ætli áfengismenning sé í bæjarstjórnum og borgarpólitíkinni? Við ætlum að skoða það. Sanna okkar borgarfulltrúi sósíalista í borgarstjórn Reykjavíkur, velkomin. Takk fyrir. Þegar þú hófst pólitísk störf sem borgarfulltrúi, var þá eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi stjórnmála og áfengis? Já, það var að sjá áfengi á viðburðum, að sjá einhvern veginn þegar það er boðið upp á til dæmis léttar veitingar eftir einhverja svona fundi eða samkomur eða málþing að léttar veitingar þýðir í rauninni áfengi og það komur óvart hvað ég byrja að taka eftir þessu aftur og aftur. Til dæmis á viðburðum þar sem að sveitarstjórnarfólk, þá borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar koma saman á einhverjum svona sameiginlegum ráðstefnum eða hittast út af einhverju málþingi eða eitthvað svoleiðis, að þá er oft þegar að það er búið þá erum við hvött til þess að fara fram og fá okkur léttar veitingar og mér finnst nú gott að borða góða mat og sérstaklega eftir langan dag og ég svona hugsaði bara vá, ætla að verða einhver svona góða matur þarna frammi og svalandi drykkir en þá er oft eitthvað svona sem maður getur fengið sér ávextir og ýmislegt en einmitt áfengi, rauðvín, hvítvín, bjór og mér fannst sláandi að sjá einhvern veginn að það væri verið að tengja áfengi við vinnu tengda viðburði af því að auðvitað ef við viljum spjalla betur saman eftir vinnu eða eftir einhver svona fundi að þá er bara sjálfsagt að skella sér á barinn ef við viljum fá okkur áfengi með því. Þannig að mér finnst svona sérstakt að sjá þetta í rauninni einhvern veginn svona komið inn á vinnustæðin og get nefnt dæmi eins og bara þegar að fundir eru að funda svona síðasti fundurinn til dæmis fyrir jólafrí í borgarráði að þá hefur verið áfengi þegar við erum að klára umræðu fjárhagsáætlanagerð sem er einu svona ári og tekur oft svona mjög á og við erum kannski langt fram á nótt og þá er einmitt boðið upp á þessar
léttu veitingar og mér finnst bara ekki viðeigandi þetta sé á vinnustaðnum. Mér finnst það alveg sérstakt, þú veist, ég get alveg skilið að fólk vilji svona fagna og það sé svona tilefni til og en einmitt, þetta svona sem maður hefur tekið eftir að það mjög oft áfengi eftir einhverja svona viðburði. Við Gunnar Smári vorum einmitt að ræða að sko á blaðamannafundum fyrir áratugum þá svignuðu öll borðstundum áfengi en það eru 30-40 ár síðan þeirri ómenningu lauk en í stjórnmálunum sem sagt lifir þetta. Já, mér skilst sko að þetta hafi einmitt verið verra fyrir mína tíð og þá hafi fólk bara verið, þú veist, í því jafnvel sko ekki verið að bíða eftir að fundurum væri búinn, heldur að það hafi bara verið í því þegar það var verið að ljúka fundi sem náttúrulega mjög alvarlegt en þú veist já, mér finnst bara sérstakt að það sé einhvern veginn hvað maður sér oft áfengi einhvern veginn og bara svo ég get líka nefnt sem dæmi að þá sko voru við á svona 2 daga ráðstefnu fyrir sveitarstjórnar menn og sem sagt það voru svona kynningarbásar fyrir utan í rauninni fundarherbergi þar sem umræðurnar fóru fram og þar var hægt að tala við fyrirtæki og samtök sem að kannski koma að einhverju sem tengir sveitarstjórnum og eitt fyrirtæki sem var með kynningarbás var innheimtufyrirtæki. Og að því að sveitarfélög eru ofta ráð til sín innheimtu fyrirtæki til að annars innheimtu reikninga og vanskil og þá sem sagt er bjór þar sem sagt á borðinu þar sem kynningabásin og maður hugsa svona byrju af hverju bjór hér stíf bara, mér finnst það mjög sérstakt sko. Það mjög sérstakt. Og þetta þú veist, eru sumir sem einhvern veginn geta fengið sér einn drykk einhvern veginn í lok fundar en aðri kannski ekkert á þeim stað að geta bara fengið sér einn og síðan hætt og þú veist, af hverju þarf að vera áfengi ekki hægt að bjóða upp á eitthvað svona góða þeitinga, nærandi þeitinga eða eitthvað svoleið sko. Þannig þetta einhvern veginn rosalega sýnilegt, þú veist, létta veitingar sama sem áfengi og við erum í þannig starfi sveitarstjórnar fulltrúar að við þurfum oft að vera tilbúin, þú veist, maður veit aldrei hvenær blaðamaður hringir í mann eða óska eftir því að maður mæti út á sviðtal eða bregðist við einhverju. Nei, þetta er engin 8-4 vinnutími að vera borgarfulltrúi. Einmitt. Og svona já, áður en ég fór í þetta starf sem borgarfulltrúi þá kem ég úr háskólaumhverfinu og ég get sagt einmitt, þú veist, ég drakk meira þá, ég drakk oftar. Þá var maður kannski að fara eftir verkefnaskil á stúdendakjallarann og fá sér bjór með vinunum, en mér finnst ég bara einhvern veginn ekki svona hafa tíma til þess einhvern veginn, mér finnst þetta ekki passa saman. En það varst þú sem ákvæmst að fara á barinn eftir prófun í háskólanum, það var ekki háskólinn sem bauður í glas. Nákvæmlega. Og þú ert að segja í rauninni að Reykjavíkurborg, hún býður í glas. Það er Reykjavíkurborg sem að kaupir þessa áfengu drykki. Einmitt. Já, og svo ég hef aldrei verið að vinnustað þar sem að vinnuveitandinn er að bjóða mér upp á áfengi. Nei. Og svona, þú veist, eins og bara ég man, ég held að vera á síðast ári að þá sem sagt borgaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku, alla 50 daga og þetta var síðasti fundur fyrir jólafrí. Og ég meina sjálf sagt að fá sér, þú veist, kakó og piparkökur og aðeins að svona kannski kveðjast áður en við förum í jólafrí. Og þá er sem sagt einmitt boðið upp á svona heita drykki og svo er einhver flaska með áfengi í og mér minnir þetta að vera sko fyrir hádegi á 50 verið að segja að við getum fengið okkur að skota einhverju og þú veist ég hugsaði bara með mér þó þetta sé síðasti fundur borgarráðs fyrir jólafrí að þá ég eftir að fara fleiri fundi og líka okkur ætti að fá mér skot klukkan, þú veist, 11 á 50 í vinnunni. Man finnst þetta svolítið vafasum skilaboð, sko bæði til ykkar, borgarfulltrúana og líka bara svona lýðheilsulega vítt og breytt yfir. Pínlítið gamaldags hugsun. Einmitt. Og svo sumir, að því við erum ofta á einhverjum svona sameiginlegum viðburðum með kannski öðrum bæjarfulltrúum frá öðrum sveitarfélögum. Og sumir vil ég kannski meina bara vávart, ég ger alltaf mikið úr þessu, það hefur verið að bjóða upp á þessa áfengu drykki eiginlega bara svona eftir á, þú veist, við lok fundarhalda. En þarna ertu samt að tengja þetta saman, þú veist, þú ert með þetta inn á staðnum þar sem við erum öll saman komin í vinnu sem er pólitísk, þar sem við erum ofta að ræða bara mjög viðkvæma hluti, þannig að mann finnst ekki alveg fara saman einhvern veginn að þetta sé svona mikil áhersla á öllum þessum viðburðum. Þið eigið að vera til fyrirmyndar. Einmitt.
en sko mér langar aðeins að velta því upp líka og þú hefur sem sagt hérna kannski þá fylgst svolítið spennt með umræðinni núna, fréttaumræðinni síðan Jódís Skúladóttir steig fram af því að þú hefur alveg verið að velta, ef ég skilði þig rétt, þá hefur þú svona verið hugsi yfir þessu, en þér eru kannski ekki fundist sæma þér eða passa að rjúfa svona ákveðna þögn sem í kringum hennar kúltúr. Ég svona upplifi að fólk sé hissa á því að ég sé hissa á því að þetta sé einhvern veginn svona viðmiðið að sé bara, þú veist, verið að fá sér drykk kannski eftir fund og svo ég takja fram, það er ekki svo að sé, þú veist, eftir alla fundið, það er einhvern veginn svona við ákveðna tímasetningar en samt, þú veist, það er líka eitthvað sem er ekkert eitthvað eðlilegt að mínu viti, en þú veist, það er eins og sé meira svona, þú veist, að það veki svona furðu að maður sé að hneykslast yfir þessu og það er svo auðvelt einhvern veginn kannski að svona sogast inn í hitt. Þetta er ennum gýr einhvern veginn, þú veist, það verður rétt um manni glas og hérna vill ekki skála með okkur og eitthvað svoleið, sko, og sósíalistar lögðu frá fyrirspurn, það er nú komið, það er mjög langt síðan við lögum fram fyrirspurn í borgarráði bara kostnað vegna áfengis sem að fer í, þú veist, þessa viðburði sem að borgarfulltrúar eru að sækja. Það er nefnilega það, því hafið sem formlega spurt. En ekki fengið svar og hvað er langt síðan lögðu fram fyrirspurnina? Það er svo langt, það er örugglega yfir ár, sko. Það á ekki að svara þessu? Af því það er líka, sko, þú veist, mér skilst það sé erfitt að svara, af því það sé erfitt einhvern veginn að taka sérstaklega fram varðandi viðburði sem tengjast, þú veist, bara borgarfulltrúum. Mikill hvati til þess að finna sér einhverja fyrirstöðu til þess að svara þessu ekki? Já, mér svona sýnist þetta, þú veist, ég myndi þetta bara allt í einu og ég mani mitt að ég var eitthvað að tala við skrifstofuna og þau voru svona að reyna að hjálpa mér að setja þetta skýrt fram svo ég gæti fengið svar, en ég mani mitt eftir þessari fyrirspurn sem ég þarf núna að fara að ítreka kostnað, þú veist, vegna þessa, sko. Já, það búið að vera kostulegt að fylgjast með umræðinni á meðal þingmanna líka í þessu máli að sko, það liggur við að það sé bara frétt að það sé í lagi með suma á ögurstundu og við hefum bara einblín á það og sko nú er hann Birgir Ármannsson búinn að segja það að hann ætla að tala við formenn allra þingflokkana á Alþingi og brýna það fyrir þeim að eftirleiðis séu þingmenn ekki að staupa sig á börum úti og taka svo þátt í einhverjum umræðum. Það má kannski rifja það upp fyrir ykkur áhörundur sem ekki vitið alveg hvað við erum að tala um að Jódís Skúladóttir, hún gerði sérstaklega að umræðu efni uppákomu varðandi þingslit í sumar og sagði að áfengisneysla hefði þá farið úr böndunum og mátti á orðum hennar skilja einhverju þingmenn hefðu verið þarna nálægt að verða sér til skammar. En Birgir Ármannsson, hann ætlar semst að tala við formenn þingflokkana sem þýðir það að það eru þetta eitthvert mál í gangi. Það er ekki hægt að blása þessu bara burt eins og einhverju ryki. Þess líka áhugavert að sjá sko viðbrögð eins og Bjarni Benediktsson segir, þú veist að heilt yfir sé þetta ekki vandamál og almennt sé þetta ekki vandamál eitthvað svoleið sko, þú veist að hugsa maður svona þannig að það hafa greinilega komið upp tilfelli þar sem að það hefur þurft að gera athugasemd eða eitthvað hefur þótt svona ekki í lagi og mér finnst einhvern veginn svo augljóst að maður sé bara, þú veist, ætti ekki að vera undir áhrifum í þessu starfi og líka ýmislegt sem að kannski er ekki mikið fjalla þú veist, sem tengist þessu líka eins og þegar kjörnufölltrúar fara erlendis í vinnuferðir, þú veist, hvar eru skilin, skilur, þú ert komin út, þú veist, ert að fá þér áfengi með hádegismatnum áður og sækir síðan einhverja fundi til sérfræðinga erlendis, þú veist, hvar er línan dregin? Já, þetta er hluti, sko, ferðalagi sjálft er hluti vinnunar, ekki satt. Vinnuferðalag. Og maður sér oft þingmenn og borgarfulltrúa fá sér bara vel í glas áður en þau fara upp í flugvélina, eins og þá sé svona tekin við annar heimur. En það er ekkit eðlilegt. Nei, og þú veist, við erum náttúrulega í vinnunni. Við erum náttúrulega að vera tilbúin líka til þess og þú veist, maður spyr sig líka hvað hefur áhrif inn í næsta vinnudag þó sér kannski tæknilega séð ekki á einhverjum fundi en ert að fá þér vel að drekka á milli funda. Þú veist, það hlýtur væntanlega að hafa áhrif kannski á upplýsingarnar sem meðtökur eða þú veist að það er mikið. Svo spyrir þetta spurninga sko hvort menn séu bara svona taugaveiklaðir, hvort álagið sé svona mikið að pólitíkusar noti fyrsta löglega tækifæri bara til þess að skella í sig af því að það sé svo mikið stress og mikið álag. Gæti verið, en þá er náttúrulega kannski ekki sniðugt að sé verið að ýta þessu svona að kjörnum fulltrúum að þetta sé einhvern veginn að fyrsta sem tekur við þegar þú lappar út af einhverju 8 tíma heilsdags fundi eða málþingi að þá einhvern veginn bara svona blasir við þér borð þar sem það eru bara búið að raða hvítvínsglösunum og svona ætla stela til þess og þú bara takir upp hvítvínsglasið
og mörg okkar vitum það ef við erum undir mjög miklu álagi þá betri leið að labba á Esjuna, fara bara upp á steini og aftur niður til þess að losa sig við spennuna heldur en að drekka sig í blackout. Mér finnst ekki að sérst að þetta sé svona svo ég sletta eins svona normalíserað í rauninni að þú veist að sé einhvern veginn bara eitthvað allar ekki fæði létta veitingar, þú veist með hópnum og eitthvað svona. Jafnvel þrýstingur. Já, þú veist, eða svona óbeint, jú, kannski, en líka bara þú veist að því að þetta þekkist ekkert eitthvað öðrum starfstéttum svo ég veit allavega ekki, þú veist, ég vann á Serrano og það var ekki eins og við varum eitthvað að hella í okkur þegar við vorum búin að loka staðnum, sko. Nei, þetta kannski eitthvað í viðskiptamenningunni á þess að ég viti það svo vel. En þetta á allavega eiginlega ekkert erindi inn í samtíman í stjórnmálunum á Íslandi í dag. Nei, þú veist, við erum að taka ákvarðanir og móta stefnur og þú veist, erum með lýðheilsustefnu og allt þetta og þú veist, við erum að vera skýri kollinum til þess að taka allar þessar ákvarðanir og eiga góða umræði og ég meina, þú veist, auðvitað gerir fólk bara í sínu frítíma það sem maður vil gera en það þarf svona að aðskilja þetta frá vinnunni. En þegar þú ferð út á land, ég vænti þess að þú hefur svona tekið þátt í einhverju svona samstarfi við farið til Akureyrar eða eitthvað, ég giska á það. Eru bæjarstjórnir út á landi með svona svipaðan kúltúr og borgarstjórnir Reykjavíkur að þar eru dregnir upp hvítvinskassarnir við flest tilefni? Já, það eru svona léttar veitingar. Já, þannig að þetta bara svona eitthvað sem svona frekar landlægt. Já, ég myndi segja það. Já, einmitt. Þegar þú hefur ferðir út fyrir landsteinana maður heyri stundum svona sögur að sumir séu tæpir sko, þessi stutt í skandala hefur orðið vitnað einhverjum svona uppákomum þar sem að menn hafa bara orðið sér til skammar á pólitískum vettvangi á þess að ég sé að biðja einhver nöfn eða svoleiðis. Þú veist ekki til skammar, þú veist ég get ekki sagt það en nei, ég get ekki sagt það, en þú veist, maður svona, ég get bara sagt það að maður tekur eftir drykkjunni í rauninni óháð í hvaða landi við erum í. Já, einmitt. Fagnar þú þessari umræðu sem verið hefur? Já, ég gerir það og mér finnst bara mjög eðlilegt að þetta sé að mitt tekið til umræðum, bara hvað teljist eðlilegt, hvað ekki og bara einmitt, þetta bara mjög mikilvæg umræða, gott að vera með hana og einmitt í ljósi fregna að hvað var þetta, fjórðungur landsmanna Já, sem stundar áhættu drykkju og umræðan að þurfa að setja áfengi í búðir, þú veist, maður spyr sig bara, þú veist, af hverju er það eitthvað mikilvægt, þú veist og svona einmitt bara svona umræðan þegar maður er kannski í þessari stöðu og svona finnst einhvern veginn viðeigandi að vera með og fá sér einhvern svona einn drykk og svo er maður bara eitthvað að byrja af hverju er ég að drekka þú veist, bara labbaða burt. Og það þýðir ekkert að vitna til þess að þetta hafi alltaf verið svona því að það eru svo miklar breytingar sem hafa orðið á samfélaginu síðan eitthvað var einhvern veginn til dæmis fyrir 45 árum keyrðu fæstir landsmanna með bílbelti nú keyrum við með bílbelti og eins og ég sagði áðan það er ekki lengur áfengi á blaðamannafundum sá er bara að tala um einhver astni sem ætlaði að bjóða upp á áfengi og einhverjum blaðamannafundum. En svo spila kannski inn í, þú veist, það eru ákveðin rými í þessu starfi sem eru dálítið svona, þú veist, lokuð. Það er ekki eins og sé alltaf kveikt á myndavélinu og allt í beinni. Þannig að, þú veist, fólk kannski kemst svona frekar upp með að vera að bjóða upp á drykki og svona taka þátt í drykkjumenningu. Þú veist, þegar fundir eru búnir, þú ert einhverju lokuðu rými, það er ekki líklegt að einhverju utan að komandi kannski sjáu þig, þú ert með öðrum sveitarstjórnarfulltrúum að þá einhvern veginn svona kannski finnst fólki einhvern veginn að geti frekar lefsir þetta eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Einmitt. En mjög forvitinlegt að heyra sem sagt þín sjónarmið í þessu og fá innsýn í þessa veröld og þótt einhverju verði fúlir og ætla að jaðarsetja þig fyrir að kjafta frá þá held ég að hagsmuninni sé miklu meira að því að við bara ræðum þetta opinskátt. Algjörlega. Þannig að Sanna Magdalena Mörtudóttir, kæra þakkir fyrir komuna til okkar. Takk fyrir. Og þá held ég að Gunnar Smári sé tilbúin með næsta kafla. Hann ætlar meðal annars að fjalla kyn. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Já, við ætlum að tala aðeins kyn og svona kynusla og tilefnið svolítið bara vangavellir sem ég var með í kringum Ólympíuleikana. Þá var mikið verið að ræða kyn tiltekinna keppenda og mér finnst þetta valda svo miklum stormi í hugum fólks sem að ég upplifði eins og að fyndist bara verið ógnað sinni kynvitund og ég fór eiginlega að velta fyrir mér svona hvað það eiginlega að ganga með einhverja kynvitund. Ég svona einfaldur maður og gekk bara inn í eitthvað karlhlutverk og hef ekkert svo mikið pælt í því. Kannski ekki hef ég gert það, þess að það var kannski almennilega að fatta það og hef búin að gleyma því. En mér fannst þetta áhugavert að fá að bara ræða þetta, hvaða gildi kyn hefur fyrir einstaklingin og samfélagið og hvaða gildi kyn annara hefur fyrir okkur og hvort okkur standi einhver ógn af því eða einhver annað fólk að skilgreina sitt kyn með öðrum hætti. Og ég hef fengið hingað fólk bæði í stúdíóið. Það var hingað komin Alex Diljar Birkisbur Helsing sem varaforseti Trans Íslands og tölvunarfræðingur. Og hér líka Theodór Una Braga sem kynsegin ungmenni og nemi. Og Kitty Andersson, formaður Intersex Íslands og ráðgjafi. Og svo hérna á Zoom-i Veiga Grétarsdóttir Súlebust sem umhverfissinni og kajakræðari og hérna á Hvammsnesi á Ísafjarðardjúpi fyrir undur tækninnar. Það var hún hérna með okkur. Við má kannski byrja á þér að þegar þú nú svona skökk við borðið Veiga hérna í gegnum síma. Ef ég spyrði bara hérna, hvað það mikilvægt kyn varðandi svona bara sjálfsmynd manns og sjálfsmynd og persónuleika? Mikilvægt? Fyrir mér það mjög mikilvægt. Ég lít bara á mig sem konu, ég kona og ég fæddist kona með ákveðin ég veit ekki sem að kalla fæðingagalla en þú veist, eitthvað breytileika sem ég skildi ekki hvað var. Mér finnst það bara mikilvægt að fólk komi fram við mig eins og ég þú veist, bursið fyrir hvernig ég lít út eða hvernig ég tala, en bara hver ég sem manneskja, þá ég kona. Og fyrir mig skiptir það máli að fólk virði það bara og komi fram við mig sem konu. En þú hefur þurft að breyta kyni, heldur að það að vera karl fyrir mér? Ég breyti ekki kyninu mínu, ég leiðrétti kyni mitt. Það leiðrétti? Já, það hafa komið fram rannsóknir sem að sýnir það að transmanneskju sem ég fæðist með ákveðin, breytileika heila. Það voru gerðar rannsóknir í Hollandi, þar sem að kallar og konur voru látnir leysa ákveðna þraut í heilaskanna. Það kom í ljós að kynin notuðu ólíkar heilastöðvar að leysa þessa tilteknu þraut. Svo fenguðu transkonur og transmenn til að leysa sömu þraut í heilaskanna. Og þá kom í ljós að transkonur sem ég notuð sömu heilastöðvar eins og aðrar konur. Þannig að ég hef alltaf verið kona þó ég hef fæðst sem karlmaður. Þannig að ég breytti ekki neinu. Einu sem ég gerði að ég fór í aðgerðir og lét laga ákveðin fæðingagalla mér. Þannig að ég hef alltaf verið kona. En það ekki þá svona heimur þar sem að maður annarkot kall eða kona? Heimurinn endilega þannig að maður sé annarkot kall eða kona? Nei, það ekkert endilega þannig. Þetta svo margbreytilegt. Og það búið rosalega mikið umræðinu núna með þessar litninga. Það allir orðnir sérfræðingar í litningum okkar, hins vegar fólks. Það kallar eiga að vera X-Y og konur XX, en þú veist, þú getur verið XX-Y eða X-Y og allavega. Þannig að þetta ekkert bara svart og hvítt. Og ég held að hún Kitty getur nú frekar að svara þessu heldur en ég. Já, ég ætla að spyrja hana, en þú ert kona? Já. Og bara punktur þar? Ég segi alltaf bara, þú veist, ég hef verið að útskýra fyrir fólki hvernig mér líður í dag eftir að ég fór í gegnum mitt ferli og fekk að vera ég sjálf. Þess að skýra þetta sem einfaldastan hátt að það þekki allir þá tilfinningu að hafa verið lengi á ferðalagi. Svo kemur heim til þín og þú sest í sófan og bara svona, hvað gott að koma heim. Svo líður mér alla daga núna. Ég komin heim. Já, bara velkomin heim. Takk. Kitty, þetta með að kall og kona, það einfalt.
En þetta einhvern veginn, þetta litróf eða hvað? Í hvers konar kynheimi lifum við? Já, við lifum, fyrst byrjaði að skilgreina fyrir mér hvað karl og hvað kona. Sem ég get náttúrulega ekki að því að þetta svona rosalega hlaðin hugtök, sko. Þetta eru rosalega hlaðin hugtök og hvernig sem maður reynir að útskýra þau þá yfirleitt að þá endar maður á því að útiloka einhverja konur sem að bara mjög auðveldlega. Þú ert ekki nógu mikil kona eða? Já, að þú veist það sé eitthvað sem skorti upp á til þess að gera þig að réttri konu. Hvað er rétt kona? Og ég var óslega gaman að því að spyrja maður heyrir oft spurt, þú veist, geturðu skilgreint konu? Og spyrja þá tilbaka, ok, en getur þú skilgreint konu? Og yfirleitt þá eru skilgreiningarnir sem maður fær, já, þú veist, kona getur fætt börn, ok? Nei, það er ekki það sem að gera konu að konu. Það er fullt af konum sem að geta ekki fætt börn af ýmsum ástæðum, ég þekki það vel sjálf. Kona, svo þú veist, er þetta yfirleitt komið út í umræður hvernig frumur, kynfrumur manneskjan framleiðir, þú veist að það er það sem að gera manneskja að því kyni sem hún er, ok, hvað með fólk sem að framleiðir ekki kynfrumur af ýmsum ástæðum. Þannig að kyn er flókið, en svona, það er líka að vissu leyti einfalt. Við byrjum öll sem konur. Hvert einasta fóstur byrjar fósturskeiðið, þú veist, bara predestined til þess að vaxa í átt að kvenkyns líkama. Þú veist að það fæðist stelpa. Svo bara eru ýmsir þættir sem að skilgreina kynin sem að gerast á meðgöngu og það er þá exi fóstur eru svona undir það búin og bara þroskast þannig að það myndast testosterón sem að þroskar fóstri áfram í átt að karlkyni. Leið og það vantar hjá exi fóstri eða það er ekki næmni fyrir hormónunum, þá fæðist stelpa. Og það er það sem við sjáum, þú veist, dálítið með intersex fólk að það fæðist stelpur. Ég er ekki að segja allt intersex fólk séu stelpur eða konur. En að það fæðast stelpur og svo kemur í ljós síðar að það sé eitthvað öðruvísi við þá stelpu og þú veist, til dæmis er mál Caster Semenya, suðurafrísku hlaupakonunnar, rosalega gott dæmi það. Þarna fæddist stelpa, hún var alin upp sem stelpa, hún hefur alltaf búið sem kona. En hún var úthúið í fjölmiðlum af því hún var ekki rétt gerð af konu. Eins og alsíska boxkonan, eða ekki? Já. Er það annað tilfelli eða? Við vitum bara mikið minna það tilfelli. Núna hef ég ekki fylgst með, þú veist, öllu sem hefur komið út senustu 2-3 daga. Bara, þú veist, þetta maður svona sér fyrirsagnar og svona grefur kannski aðeins dýpra heldur en flestir. En ég hef ekkert lagst yfir þetta, en ég hef ekki séð óyggjandi staðfestingu þess að hún sé nokkuð annað en kona frá neinum. Það eru þarna yfirlýsingar frá IBA, bóksamtökunum, sem að koma þarna út. Yfirlýsingar frá þeim sem eru gefnar út. Ef að mig misminnir ekki þá eftir að Íman hafði sigrað rússnesku bókskonuna, ítölsku bókskonuna, hverja þá konu sem hún var að keppa við. Það var ítölskarna sem lagðist á hnén og sagði þetta að vera ósanngjarnt. Já. Það voru. Og IBA kemur út með þessa yfirlýsingu þarna, en þau hafa ekki getað bakkað hana upp með neinu. Hún stenst próf ólympíuleikana sjálfra. Þannig að þar með er bara leið búið að útiloka alveg stóran hluta af
tegundum eða möguleikum þar sem að þessi kona gæti verið intersex. Þannig að við vitum í raun ekkert. En það sem við vitum að þegar hún fæðist að þá hún skilgreind sem stúlkubarn. Já. Svo hún alin upp sem stúlka og hún keppir sem kona og eftir því sem okkur skilst að þá lítur hún á sig sem konu og samfélagið sem hún býr í lítur hún á sem konu og ríkisstjórn viðkomandi lands skráir hana sem konu í passan. Þannig að á öllum tímum hefði alltaf verið litið á hana sem konu. En hún bara út af transumræðinu það komið þannig að nú Elon Musk og einhver fleiri sem vilja skilgreina hana sem kall. Gegn hennar vilja, mér hef ekkert orðið var við það að hún vilji skilgreina hana sem kall. Fyrsti orðurómurinn væri að hún væri trans. Og það það sem að J.K. Rowling og Elon Musk og fleiri stökkva á. Bara, þarna trans. En það var ekkert hún sem sagði það ekki, hún sagði það ekki eða neitt frá Alsír. Nei, það bara, og ég meina það fáránlegt að halda að íþróttumanneskja frá Alsír sé trans. Af því að það bara, þú ert ekkert út úr skápnum sem transmannski og lifandi í Alsír. Nei, mér finnst það ekki líka. Þess vegna það svolítið sérstakt mál. Þannig að það var bara svona fyrsta tilfellið af, ok, þú fjallst á rökhugsunarprófinu þarna, geskan, J.K. og Elon. En svo, af því að þau eru búin að, Twitter samfélagið búið að býta þetta í sig og þá þegar það kemur í ljós að þetta gæti verið eitthvað annað og það ekki rökstutt en það gæti mögulega verið eitthvað annað, þá stökkvaði á það. Og bara, ok, hún ekki karlmaður, hún ekki kvenmaður af því að hún stóðst ekki kynlitningapróf, kynpróf ólympíuleikana. En þá erum við komin á það að kynprófin hjá ólympíuleikunum eru mjög ströng, útiloka stóran hluta intersex kvenna frá keppni, hún stóðst þau. Þannig að við vitum að hún gildur keppandi á ólympíuleikunum. Staðlarnir sem ólympíuleikarnir nota eru aðgengilegir, það geta allir skoðað þá, það geta allir googlað hverjar þessar örfáu undantekningar af intersex fólki sem fá að keppa eru. Og ég meina helsta undantekningin intersex konur með algjört andrógenu ónæmi. Jú, þær framleiða testosterón en þær eru með andrógenu ónæmi, þannig að þær fá í raun ekki, jákvæðu áhrif testosteróns sem að geta, eða ég til dæmis sjálf búin að vera bara á testosteróni í nokkur ár og það var fyrir það á estrógeni frá því ég var unglingur, það breyttist ekkert. Þannig að það hópurinn sem að fær undantekningu til að keppa og einhverju svona örfáir aðrir. En það þannig að þegar við erum að skilgreina kalla á konu og hugsa kyn, að við séum komin í svona eitthvað sem hægt að mæla og veiða upp úr blóðinu eða þetta eitthvað leyti félagslegur raunveruleiki? Kyn bara sambland af, það félagslegur raunveruleiki. Það ekki þetta að mæla hvers kyns einhver út frá einhverjum einu kyneinkenni, þú getur ekki mælt hormónan hjá einhverjum og sagt með 100% vissu þetta karlmaður eða kvenmaður. Það náttúrulega að vera viðkomandi þarf að vera einhverju sátt við það kyn sem að deilt út, það sem að maður skrítið við Elon Musk og félaga, að þeir ætluðu bara að deila út kyni til annars fólks. Þú veist, þetta mæla einhverja líkamlega þætti og þá segi ég að þú ert svona kyn. Já. En það þarf náttúrulega að þú þarft að vera sátt við það. Já, einstaklingurinn þarf, að samþykkja það. Kyn að einhverju leyti líffræðilegt, við æxlumst og fjölgum okkur og bla bla. Kyn að mestu leyti félagslegt og allir þættir sem að gera kyn líffræðilega að þeir falla einhver tíman á kynjaprófinu. Og svo líka kyn eitthvað sem bundið svona persónu skynjun viðkomandi sem það ekki náttúrulega mörgu þess að vera félagslegt en getur líka verið eitthvað sem að það svona einkanlegt tilvistarleg upplifun sem að
er oftast tengt einhverju félagslegu en þarf ekki að vera. En það byrja áður en ég held lengra því að við erum að tala sko íþróttir og Veiga er náttúrulega afreksmanneskja í kajakróðri. Hvernig sló þessi umræða í kringum Ólympíuleikana þig? Hún er alveg búin að taka á. Og ég var enda að ræða þetta við einhvern minn í dag að þú veist að tala með yfirbyrði transfólks. Ég í hringinn í kringum landið 2019 á 103 dögum. Það voru 53 ráðadagar. Það er þýsk kona sem í hringinn í kringum Ísland árið 2007. Þá tók hana 33 daga og þar af því voru 25 dagar á sjó. Þannig að hún var 25 dagar á sjó meðan ég var 53 daga. Þannig að þessir, já, ég á ekki séns í þessu konu þó ég sé trans, þannig að, þú veist, ég er bara rosalega þreytt á þessu, þessari umræðum, þessi miklu yfirbyrði á transkonum út af testósterónmagni. Ég fer í blóðprufu reglulega, ég í 0 í testósteróni, ég ekki með neitt testósterón, þannig að hún mér takið inn sjálf. Minn styrkur, og ég myndi segja að styrkurinn minn og þrekið mitt hafi minnkað 30–40% eftir ég fór í gegnum þetta ferli. Þannig að já, ég er virkilega þreytt á þessum öllum þessum netsérfræðingum sem veit allt litning og testósterón og hormón og allt í dag. Þannig það er ekki raunveruleg, ég getur sagt, ógn í því að komi karlar og vinni allar kvennagreinar eins og maður hefur heyrt fólk vera að halda fram. Sko, þetta er rosalega einstaklingsmyndi líka. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef sagt þetta áður í viðtali að, þú veist, Gísli Marteinn versus Hafþór Júlíusson er svart og hvít ef þeir kemur báðir út sem transkonur. Þannig að, þú veist, þetta er einstaklingsmyndi líka. Og það er líka bara hjá venjulegum konum og venjulegum karlmönnum. Það eru karlmenn sem fæðast Össulon eru með tvöfalt magna karlitningum og með miklu meira karlhormón heldur en venjulegur karlmaður. Þeir eru með mikla yfirbyrjar aðra menn og þá ekki að stoppa þá líka. Já, og það eru alls konar hlutir aðrir í líkamsbyggingu sem að veldur, eða svo veist, virkar þannig eins og fólk standi ekki jafnfætis í íþróttum. Ég sá myndeld í gær eða fyrradag af tveimur sem voru að keppa í blaki. Og mér sýndi sko minni konan vera meira en helmingi minni en stærri konan. Það munaði töluvert miklu. Herðu, en Theodór, hvað kyn, hvaða máli skiptir kyn? Og nú ég að spyrja svona eins og ég var að kynna mig áðan að hefði bara gengið inn í eitthvað svona kynhlutverk. Finnst þér svona líklegt að ég sé svolítið svona blindur á hvaða gildi svona kyn hefur fyrir persónuleikan og í samfélaginu? Það sem að ég eiginlega gekk svona gagnrýnislaust bara inn í mitt kyn. Já, svona að vissum hluta, þú veist, það vart ekki að pæla mikið í því, En þú veist, það er eins og, margt transfólk er að pæla mikið í því. Þú veist, eins og lengi vel þá, hugsa ég, hvernig mun fólk kynja mig í dag ef ég er í svona fötum eða, hæða mig svona eða ber mig svona. Því að, það er stressandi að, vera bara svona, einhver kynja mig rangt og það mun líða óþægilega, og hvað þannig. En heldur það sé umfram það, ef við ímyndum okkur bara eitthvað svona miðaldra kall sem að allt í einu er komin í svona sterk bleika skyrtu og segir allt í einu bara úpsi, ég get ekki farið út í þessu. Heldur það sé munur á því? Því ég hugsa að fólk sé alltaf svona pínulítið með svona vakt á því hvernig það kynjar sig. Jú, að vissumagn er munur en samt í rauninni ekki, allir upplifa dysfóríu á einhvern hátt, þessi svona óþægindi í kynnsinu eða kvíði í kringum það, því að samfélag okkar er svo rosalega kynjað og eitthvað þannig og það eru svo margar svo ósagða reglur sem að er oft búist við fólki að viti eins og bara svona eins og það er í rauninni kennt ungum strákum að ekki vera í bleiku út af þessu og þessu og það er bara bæðið félagslegt bara strákunni við hvort annan bara fá þessi skilaboð og svo bara svona deila það á milli því þau eru börn og heilarnir eru sponges þannig að en já ég misti þráðum minn, ég var að hugsa ég var bara gildi kyns af því að Kitty, þú ert kona. Já. En Theodór, þú ert svona kona eða hán? Nei, það er ég ekki. Það er hann eða hán? Ég er
kynsegin, ég er ekki hán, það er fornafn. Það er eins og ég myndi ekki segja að þú ert hann. Já, en þú ert ekki með, það eru fleiri en 2 kyn allavega. Já, þú veist. Eitthvað svona, og hvað er þetta? Er þetta litróf, er þetta bogi eða hvað? Það er, þú veist, þetta er, já, oft hugsa sem, þú veist, litróf, en þú veist, það fer bara eftir manneskju til manneskju hvernig, þú veist, kynsegin fólk upplifir sig. Út af því að, þú veist, sumir hugsa það þannig að þetta er, þú veist, svona skali og einu megin er karl og einu megin er kona og þau upplifa sig einhvers staðar hérna í miðjunni. Annað fólk, þú veist, ímyndar það öðruvísi og hugsa það sem, þú veist, stort litaróf og þú veist, einhvers staðar er karl og einhvers staðar er kona og þau eru einhvers staðar hinu megin eða bara fyrir utan það, þú veist. Og það er í raun ekki hægt að segja, að mínum mati, eru fleiri kyn en bara 2 því að, þú veist, já, það eru milljón leiðir til að upplifa kyn. Þú veist, allir upplifa sitt eigið kyn öðruvísi, þú veist, ég upplifa mitt eigið kyn öðruvísi en þú upplifa það og þú upplifa það og hún upplifa það. Þú veist, við upplifum það öll öðruvísi, þannig að þú veist, það er í raun að mínum mati ekki hægt að segja að það séu til eitthvað númer af kynjum. En svo get ég líka sagt það bara svona, það eru 36 kyn og þú verður að velja. Þannig að, þú veist, það er ekki það einfalt að séu bara, þú veist, svona x mikið að kynum. En fyrir það sem er ekki mikið hugsa um þetta, við getum hugsað svona boga og eitthvað svona vísi og svona, þá varum við með svona kall hérna og svo varum við með mjög kvenlega konu hérna og svo þekkjum við öll svona kvenlega menn og sem við bara þekkt í sögunni og ég er að fara að tala hérna eftir við Auði Styrkarsdóttur Þuríði Formann sem að gekk í karlmannsfötum sko fyrir 250 árum, eða 200 árum, næstu, já, með rúmlega það. Þannig það hefur verið svona vitað. En í sjálfu sér getur það líka verið svolítið skrítið að horfa á þetta sem bara svona tvo ása. Ég er að fá, það er ekki hjálp í því. Að horfa á þetta bara eins og mæli sem er einhvers staðar og ég spyr hvað er því þín kynvitund? Já, hún er svona 46 gráður af 100 á einhverjum svona ás, það er ekki þannig. Þú þyrftir svo rosalega marga ása til að mæla. Þannig að það er ekki gagnaði að hafa bara kall og konu og hugsa að þessu var þetta bara, væru við öll saman eitthvað bara frávik frá því. Þú veist, það er líka, þú veist, ok, ef þú ert með svona ás, þá er svona, ok, hvað er kynið þitt, svona líkamslega, ok, þá myndu þú veist, reyna að finna það, en þú veist, það er svo mikið sem fer út í það, þannig að það væri erfitt, en svo er svona, ok, hvað er kynvitundi mín, það er annar ás, þá eru einhvers staðar annar staðar, og svo er svona, ok, hvað er kyngerfið mitt, þú veist, hvernig verður það, þú veist, hvernig tjá ég kyn mitt, það er einhvern öðrum skala, þú veist, og þetta er allt, þú veist, það væri svo margir ásar, þannig að það væri bara endalaust. Þannig það er ekki hjálpa alltaf að setja þetta upp í Excel. Það væri allavega búið að, þú veist, simplifæja það rosalega mikið. En það er samt það sem er verið að svona einhver leyti að láta okkur svara í samfélaginu, beint og óbeint og eins og við vorum að taka bara þessi dæmi af fatnað og öðru slíku. Þá er eiginlega verið að fyrst og fremst þessi kall og kona sem er verið að svara. Hvað segir þú? Sko, svo mikið. Þeir eru búin að segja svo mikið og maður vill ekki vera að grípa frá mig en sko, kyn, eins og ég sé það líka, þú veist, líffræðilega umræðan sem við áttum á þann, hef einhvern veginn minni áhuga því að það er svo margt annað við kyn sem er svo áhugavert. Með, þú veist, að því þetta er í rauninni svo stór hluti af þessu líka er menningin og hlutverkin sem við tökum í bara aksjónum sem við erum að framkvæma hverjum degi. Þannig að það er líka, þú veist, það eru til svo margar gerðir af konum og svo margar gerðir af körlum og ef þú, þegar nú kemur inn þetta viðtal með hérna að þú hefur ekki skoðað þitt kyn og að þannig að mér finnst áhugavert líka að spyrja cis-fólk að því hvað er þeirra kyn fyrir þeim og að eiga samtöl með eins og vinum sínum, að karlmenn innan sinna vinahópa eigi samtal, heyrðu, hvernig karl finnst þú þér vera? Hvað er karlmennska fyrir þér? Og mér finnst það einhvern veginn að setja ábyrgðina alla á okkur sem fellum utan þessar hefðbundnu tvíhyggju kynjareglur að setja ábyrgðina okkur þurfa að svara allir þessum spurningum. Af því að, þú veist, við höfum öll getuna til að svara, við erum öll með okkar kyn og svo margar hliðar á því og það er, þú færð hérna, heyrðu, já, þú ert karlmaður þegar þú fæðist og nú ert þú drengur og þá eru sett ákveðin hlutverk á þig og ákveðna reglur
og mörg finna sig bara í þeim hlutverkum og eitthvað, þetta virkar en þetta stórt einhvern veginn bílhlutverka sem sett á fólk og eins og þú kannski á þess að draga neinar ályktanir hérna en eins og spurning með finnur þú þig mikið í macholeika? Finnst þú vera macho gæi? Eða ert þú aðeins mýkri maður? Ég ekki svona búningaherbyggis-maður og ekki veiðikofamaður og ég svona ég man að það kom stelpa í áhöfnina þegar ég var á sjó og það bara frelsaði messana því ég hef aldrei fílað að vera í svona, ég ekki svona kallakall. Nei, ég veit. Þannig að það, og fyrir sumum þá myndi þau kannski líta á það og vera eitthvað, ert þú þá alveg kall? Þú ert ekki kallakall. Það er svo ég er ekki kallakall og ég meina já, og þú ert samt fínasti kall þannig að það einhvern veginn af hverju við erum öll með svo breytilega tjáningu á okkar kyni og þetta svo menningarlegt og svo bundið í einhvern veginn hvítleika og í misogyníuna og patriarkið líka og eins og þú veist með það að þessi spurningum eitthvað svona eru transkonur hættulegar það mjög sjaldan tekið eru transmenn hættulegir og það enginn á því af því að þetta leiðir í rauninni þú veist, svo mikið meirihlutin af þessu leiðir í bara misogyny yfir höfuð þannig að það einhvern veginn þetta verður svo þreytt umræða þegar við erum alltaf föst á einhverju svona er þetta konu og ætla að útluta einhverju og Elon Musk ætla að fara að yppa gogg yfir einhverju þú veist, hann eða einhver sem tekur mark á honum ennþá í dag eftir það sem hann hefur verið að framkvæma síðustu árin svona En það hins vegar má vel vera að það sé samt áhugavert og ég man að þegar rauðsokkurnar komu fram og þær stigu fram og höfnuðu svona tilteknum kvenhlutverkum sem var verið að þröngva þær í sig að þá var það alveg rosalegur stormur í huga manna svona eins og Elon Musk vegna þess að bara þessi hugmynd raskaði einhverju öryggi hans inn í sínu kynhlutverki og svo þegar hommandi kom út úr skápnum og lesbíurnar og þá var sami stormurinn í hugum á svona svolítið svipuðum gaurum sem að og það miðst að sömurleiti finnst mér það áhugavert að það að eitthvað svona skilgreining annars fólk á einhverju kyni að ég upplifi það sem einhvern veginn að sé vera að grafa undan sjálfsmynd minni og veldur mér óöryggi, miðst það mjög áhugavert. Já, algjörlega. Og mér kannski eftir að fjallum þessi mál þannig, sko, að hvað er að karlmennskunni hjá Elon Musk eða hvað, heldur það frá dauðahaldi í hana? Já, nei, algjörlega, og ég held að þetta sé að því að nú var ég að lesa bók í gær sem heitir Amateur eftir Thomas Page McBee sem fjallar einmitt mjög mikið þetta og að fjalla box í Bandaríkjunum fyrir sem transmaðurinn og einhvern veginn að komast inn í þetta umhverf af karlmennsku og með rannsóknir í kringum líka einhvern veginn aggressjón og testosterón og mýturnar sem fylgja því þannig að ég mæli með þeirri bók en að það sé, þú veist með karlmennskuna að það sé það hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting á karlmennsku síðustu, þú veist, 10 árin með einhvern veginn hvað er jákvæð karlmennska og hvað er neikvæð, þetta toxic masculinity, hvað er það? Það er deilt það hefur verið breyting, en það er líka deilt það. Það er deilt það, en það er líka... Sumir upplifað þess að vera eyðileggja karlmennskuna. Já, en mikið er það sorglegt að horfa á karlmennsku sem svona lítinn hlut, að geta ekki embraceað einhvern veginn og tekið inn og fagnað öllu því fallega sem karlmennska getur verið, heldur að festa sig við eitthvað sem að mikið af karlmennum líður heldur ekkert vel í, held ég. Og það er búið að, þú veist, þannig að ég held að það sé líka og eins og sagði það hann með einhvern veginn við fáum eins og box svolítið útlitið þegar við fæðumst og herðum nú átt þú að haga þig svona og svona og það er í rauninni fyrir flest handrit á, þú veist, þetta er einn af þessum hlutum sem er einhvern veginn hér að vera útlitað þér handriti fyrir lífið sem þú getur fyllt og verið bara herði á svona eiga kallar að haga sér, svona er að gera og þetta er svipað og þú veist eins og að vera hinsegin yfir höfuð þá er maður svolítið aðskilað sig frá handritun oft allar í mínu tilfelli og þetta er svolítið ef að það sem allan að mín kenning það af hverju karlmennskan er í smá krísumóti er að ef það er verið að segja að þú fékkst þetta handrit frá fæðingu og
þú þekkir ekkert annað og það er síðan verið að segja, heyrðu, handritið var kannski ekki alveg rétt og það eru fleiri handrit eða fleiri hlutverk fyrir þau til að skoða og það er svo gríðarleg sjálfsvinna held ég sem felst í því og þá missir þú öryggi og þá missir þessa hugmynd af líka hvað er mitt öryggi samfélagslega af því mér var sagt að samfélagi myndi samþykkja mig að ég væri svona og ef það er síðan ekki satt hvað þýðir það þá þannig að það er svona þannig minnst það mjög áhugavert og Elon Musk kemur náttúrulega nær einhvern veginn að vera talsmaður þeirra held ég sem eru í þessari hræðslu af einhvern veginn hvað er ætlast til að mér er mitt en ég veit ekki hvort þið er samanlega, ég er kannski bara að bulla en það eru svona, já þau aspekt að því sem ég finnst áhugaverð við kynhlutverk. Ef við spyrnum ekki fótu við núna þá mun bara heimurinn rinja, það er nú svona stemmingin. Má ég spyrja þig Veiga hérna að þið verum að tala svona áhrif hérna kynskilgreininga á vitund annara. Hefur þú orðið varfið það að þitt kyn svona raski ró annara sem í kringu þig, sem hittir? Ég upplifði það fyrst, já, en talandi þess að kynvitund og kyntjáning og allt þetta, ég verið rosalega mikið vör við þetta, hvernig ég klæði mig. Ég var mjög upptekinn að vera alltaf svolítið dömuleg þegar ég kom fyrst út. Klæddi mig alltaf pilsum, kjólum og svoleiðis mála á mig hverjum degi. Ég nenni aldrei í dag, ég er bara í útistarfötum með derhúfu. Og ég upplifi mikið þegar ég er bara svona sem ég er núna, að þá talað við mig karlkyni. En leið og ég skipt og fer í fínuföt, þá er mér alltaf að heilsa í kvenkyni. En ég finn rosa mikið mun á því. Og ekki bara á þessu sviði líka, þetta líka að því ég, er svona útistaklædd, ég er mest Patagonia, ég bý í húsbíl og mjög oft á bensinstöðum þá talað við mig á ensku til dæmis. Þá er allir ekki orðinn Íslendingur lengur að því ég er svona klæði mig þannig, þá er ég bara útlenskur túristi á Íslandi. Þannig að við erum rosalega gjörn að stimpla setja fólk í box. En þetta með að hérna sé svona ögrun í þessu, að einu sinni varstu kall og nú ertu kona, upplifir það að það svona valdi einhverju óöryggi í fólki sem að þú ert í samskiptu við? Vinir mínir voru hræddir við mig, ekki hræddir kannski en þeir fannst óþægilegt að hitta mig fyrst skiptið og sumir töluðu það við mig bara þeir voru smikir að hitta mig en svo bara eftir 5 mínútur bara ok, þetta er það sama manneskjan, það er ekkert breyst nema einhver smá útlitslega en það sama manneskjan er bak við skilina. Herðu, ég sagði áðan að ég ætla að tala við hana Auði Styrkarsdóttur Þuríði formann og í því samtali kemur fram að Auður er svolítið á því að raunverulega hafi svona kynhlutverk verið miklu víðari í gamla daga heldur en við höldum af því að þessi frekar eins og við hafum svona einhver tímabil sem við erum að koma út úr sem hafi verið kannski fyrirlutu 20. aldar og svona iðnbyltingin og það tekist reynda líka því að Þuríður formaður var í svona það sem hefur verið kallað karlmannsstörf og það var miklu algengara heldur en við höldum fyrir iðnbyltingu að konur gegndu alls konar störfum þannig að þessi svona kynskipting hafi komið svona seinni tíma en svo ég nefni þetta að því að maður sé svona kannanir sem sýnir það að meðal yngra fólks er miklu fjölbreytilegri skilgreining á kynvitund og hvernig fólk skilgreinir sig. Er það eitthvað menningarlegt? Er eitthvað í menningun okkar sem að opnar fyrir það? Eða er það núna möguleiki á því að skilgreina sem öðrum hætti sem ekki var hægt áður? Þetta er svona klassísk spurning, þið þekkið þetta, hvort að við notum meira að geðlyfjum vegna þess að okkur líður verr í dag eða er það vegna þess að við erum auðveldra með að viðurkenna okkur líður vel og þess vegna leitum við eftir aðstoð. Er það eitthvað, getur það verið eitthvað í menningu okkar sem að veldur því að við lifum bara svona kynusla tíma sem að rísa og hníga eins og margt í menningunni eða er þetta þannig að kannski fyrri kynslóðir hafi verið miklu bældari svona út frá kynvitund heldur en við erum í dag? Sko, ef við bara förum aðeins tilbaka og skoðum fyrst hversu hátt hlutfall íslenskra þjóðar var samkynhneigð hér 1980
2003 bara sem dæmi. Eða svaraði játandi. Já, sem sagt, samkvæmt okkar ímynduðu Íslandssensus sem að spurði þess áttu spurningar, að þá hefur svo prósenta verið, hún hefur verið rosalega lág þá. Ef að sama spurning spurði í dag, þá hefði prósentan breyst gríðarlega. Þetta voru ekki froskar sem að gerðu alla hinsegin, það var ekkert sprautað á akrana hjá okkur, það kom ekki geirrigning niður af himnum. Glösveppurinn heldur. Nei, þannig að þú veist, það sama á auðvitað við bara transfólk í dag, þú veist, ef að maður skoðar hvernig við talað var transfólk 1990 og eitthvað, versus hvernig tala transfólk í dag, að þá það dagur og nótt. Og auðvitað þá bæði bara að transfólk miklu opnara við að koma út úr skápnum, en líka fólk sem ekki trans verður líka miklu opnara með því að bara kanna kyn. Og það allt í lagi, þú veist, við þurfum ekki megum ekki heldur, þú veist, þetta strax í þann pakka að hver einasta manneskja sem að tjáir kyn sitt öðruvísi heldur en þú veist, ströngukassarnir sé trans, þú veist. Að það sem við eigum frekar að vera að gera bara svona að brjóta niður kassana þannig að þeir svona verða einum stórum kassa þar sem allir geta verið saman í partíinu og smússa þeim saman, búið stórt í skó. Stórt partí, það sem öllum leið vel og væri sátt. Ég held að þetta sé líka, þú veist, þessi með Þuríði Formann, ég ræði Þuríði Formann mjög mikið við vini mína. Af því að sem einhvern veginn svona einn helsta, það sem getur litið tilbaka og verið eitthvað svona, já, var þetta, þú veist, þetta okkar sögulega transmannskja, einhvern veginn úr fortíð, þannig að hlakka til að hlusta þáttinn á eftir. Ég held að þetta sé svolítið tvíeggjars sverð orðaforða líka stundum, af því að eins og hjá mér að ég læriði ekki orðin fyrir kynsegin og þú veist, og kvár, nýtt orð líka, non-binary. Þetta voru einhvern veginn ekki orð sem voru í boði fyrir mig mjög lengi, þannig að það var einhvern veginn, já, ég veit ekki alveg hvað ég að því ég get ekki sett stimpil á það, en þá, veist, þannig að núna þegar það aukning í orðaforða, en þá það líka það eins og síðastundu þörf á því að skilgreina allt líka, setja stimpla, við þurfum að limma allt niður sem ég held að sé heldur ekki rétt. Af því að hvernig við notum orðið bara svo persónubundi líka. Hver að vill fá stimplana? Já, nú ert þú allan í dag að spyrja stimplana, þannig að ætla ég spyrir hvert þitt kyn og þú segir, ég veit ekki, mér alveg saman það. Ég myndi ekki heimt að þú stimplaðir eitthvað ákveðis. Nei, en ég held að þetta sé, þú veist, ég menna samt eins og með, þú veist, bóksarinn sem við vorum að ræða á hana, það allt í einu farið í að við þurfum að setja orð á allt sem við sjáum og ef það eitthvað sem við skiljum ekki alveg, að þá, þú veist, panikki við fittar ekki inn í kategóriðinu á þessu bóksi og þetta náttúrulega líka, sko, stórt trend bara í heiminum yfir höfuð núna þegar allt, þú veist, svo tengt á milli landa í gegnum internetið og með öllum algoritmum og hashtagum þar sem alltaf verið að ég þarf að geta marketa þennan hlut, ég þarf að geta sagt nákvæmlega hvað hann annars hefur hann ekki gildi og það bara hluti af einhvern veginn menningunni sem við búum í og þú veist, þannig að það einn hlutur af þessu, en síðan líka í þá, þú veist, þessu tímaþurriðar að þegar það voru ekki þessu sömu orð og þá kannski líka hafði hún var meira leyfi til að bara, já, þú ert að sinna kallstöðu og klæði svona þá ætlum við bara að koma fram við þig eins og manna því að þú ert að gefa okkur merkin það og það þurfti ekki, þú veist, á þess að ég hafi þekkt hana persónulega en ef maður velti því fyrir sér hvort það hafi verið að einhvern veginn þá held hann að alveg þurft að berjast fyrir sér en að ekki krafist þessar sömu skilgreiningar og réttlætingar á því að vera til heldur bara, heyrðu, þú ert að gera þetta og stendur vel, frábært en í dag þegar það einhvern veginn þegar maður þarf allt í einu að fara að setja limmið á allan þennan margbreytileika í sér og að reyna að setja einhvern veginn eina manneskja á bara þú ert akkurat þetta
og held ég að missa svolítið mikið að göldrún líka og Þurfið formuð gerði það svolítið sko. Að hún svona miðjum aldri þá bara mætt hún í karlmannsbúning svona eins og hún væri bara búin að færa sig til sko. Já, og þá var því bara tekið og ég vil að þú komið fram við mig eins og karlmaður. Já, þannig að algjörlega, ég vona einhver eitthvað geri þætti þetta eða eitthvað, það væri hérna En þetta með tíman og kynslóðunar, að það náttúrulega fjölbreytilegri kyn meðal yngra fólks, heldur en var bara verið, hvað sagði þú, 1990, það 30 ár, það ekki lengra síðan. Það sem þú eiginlega varst að tala eins og það væri valla rætt það. Sko. Í transmálefni að þá var bara afskaplega lítið rætt þau eiginlega einstæðar í Evrópu mikið fyrir 1990. Það svona upp úr 1990, auðvitað voru stuðningshópar og samtök og það eru einhver samtök sem eru eldri og það var eitthvað en ef að þú skoðar, þú heyrir rosalega lítið fyrir svona bara á þessari öld í raun sögur transfólks. Já, en það þýðir náttúrulega ekki að það hafi ekki verið heldur. Af því að þetta bara þetta að það sé ekki talað það en það er til dokumentation þetta og það eru sagnfræðingar að vinna í þessu en það líka bara saga transfólk hefur ekki verið skráð heldur og þannig að það líka annar hluti af þessu og eins með mikið hinseginmenningu að við bara eigum ekki sögun okkar heldur. Þannig að þá kemur þetta allt í einu eða það er allt í einu eitthvað svona fjölgun á transfólki. Ég held að sé í rauninni ekkert fjölgun heldur bara við getum loksins talað það. Við erum á orðin, það er verið að hlusta okkur en það hefur alltaf verið til transfólk. Og sama hlutfall og núna. Segjum við sikur hlutfall. Að 1920 að þá voru jafnmargir. Ég held að við getum rosalega lítið treyst á tölfræði frá Þýskalandi 1920. Æmilíðið þetta var náttúrulega mjög frjálslynt. Það var mjög frjálslynt en ég held að við getum rosalega lítið treyst á nákvæma tölfræði. 13 árum síðar. En við vitum það þá að það var fólk sem var trans. Sem að í dag myndi uppfylla hvaða staðla sem hafa verið búnir til að skilgreina hvað transfólk og þeir staðlar eru náttúrulega bara mannanna verka eins og allir aðrir staðlar þetta er allt eitthvað sem við setjum niður á blað en við vitum það að það var mikið skrifað, mikið rannsakað og mikið, talað, rætt og fleira þau málefni á þeim tíma. Við vitum líka að sömu læknar og voru að sinna transmálefnum voru að einhverju leyti að sinna fólki sem var með ódæmigerð kyneinkenni. Og við vitum að allar þær upplýsingar hurfu. Við vitum af hverju þær hurfu og við vitum til hvers það leiddi. Eftir seinni heimsstyrjöldina að þá voru samkynhneigðir fangar og fangar sem á þeim tíma hefðu verið kallaðir klæðskiptingar, að þeir væru að skipta klæðaburð, að þá voru þeir teknir út af fangabúðum og handteknir aftur. Eða þau tekin út af fangabúðum, þeir fangar teknir út af fangabúðum og handteknir aftur. Og sátu oft inni lengi. Þetta Bretland hefur mjög sterk áhrif á heimsbyggðina, sérstaklega á þessum tíma 1960, 70, 80 og í Bretlandi þá var seksjón 21, það ekki 21? Ég er hræðileg með svona tölur. Það var aldrei að nefna nýtt með tölur. Í gildi alveg ótrúlega lengi. Þannig að ástæðan fyrir því að við heyrðum ekkert homma 1980 og byrjum með, rosalega lítið homma 1980 nema kannski samúl. Og er bara einfaldlega af því að þetta var bara barið úr fólki og það annarkvort flúði í land eða fór og vann vinnuna sína og fór svo heim og starði út á vegginn. Það er líka eins og að
hinsegin fólk lengi vel, þú veist, mátti ekki tjá sig í rauninni og eins og þú veist, ég man ekki akkúrat árin sem að þú veist, the Hays Code var aktiv, 50 eitthvað þannig. En þú veist, þá lengi vel gat fólk ekki, þú veist, til dæmis sýnt, þú veist, hinseginleika í miðlum án þess að annarkvort, þú veist, þá sé það, þú veist, dæmt sem, þú veist, vond og sýnt bara svona, þetta vondur hlutur og vondur hlutur muni gerast við þig ef þú ert svona og eða Já. Ég vildi bara innskot hversu lengi mátti ekki segja hommar og lesbíur og rúf. Þannig, og þú veist, já þannig að bara lengi vel hinsegin fólk gat í raun ekki tjáð sig ekki einu svona í gegnum þú veist að segja bara sögur og eitthvað nei. Þannig að þú veist við vitum bara svo lítið þú veist hinseginleika á þú veist svo löngum tíma fram að Ég held að það hefði verið svo seint sem bara 83 eða 4 þar sem var samkynhneigður maður drepinn í Reykjavík og það mátti eiginlega skilja það á fréttunum að hann hefði átt þetta skilið. Það var þannig. En þetta náttúrulega svona eins og margir hópar að þegar þeir koma út úr skápnum þá þarf að finna sögun aftur og það var konur gert og svartir í Bandaríkjunum og samkynhneigðir og transfólk þannig það átti að endurskoða söguna. En varðandi Ísland, að því að það svona, þetta er svona menningarlegt og að því að það er svona, ég var að leika mér með svona eitthvað svona svigrúm í þessu og sem að og það var svona skilst að það sé ólíkt svolítið eftir menningahópum eða þessar löndum. Það sé svona meira svigrúm, það ekki að setja sig á Spáni eða Tælandi eða í Mexíkó heldur en kannski hérna upp í lúterismanum hérna á Íslandi. Eru við óvenju þröng og stífa á kynjunum hér? Sko, skilgreiningun má? Já, ég held náttúrulega sko, í bara mjög mörgum menningaheimum utan hins vestræna heims þá hefur kyn verið fagnað svo mörgu leyti á svo marga mismunandi hátt og hafa verið bara í gegnum söguna og þetta er rosa þessi kynjatvíhyggja er rosa vestræn hugmynd og kemur með kolóníalisma bara að og mikið hérna þetta er lesa mikið að fræðum og bókum það þannig að við veit svo mikið hvernig það var akkurat hér en ég held að þetta tengist alveg og það er einhvern veginn ég hafði alltaf einskot en hérna sem barn gaman að norrænu guðafræðina því að það var svo mikið að mismunandi þjáningum í því og hérna með Baldur sem er svo sætur og fínn og Þór er svo mannsóð og sterkur skiljur að það var einhvern veginn þannig að ég held að þetta hafi þú veist með því að setja fólk í annarkvort eða bóksið að þá er líka einhvern veginn svona stjórnvaldsdægnin að hérna þú gerir þetta og þú gerir hitt en þetta er þú veist og það er bara rosa mikið af fallegri menningu sem hefur tapast vegna kolóníalisma þegar það kemur að kynntjáningu og það er rosa sorglegt og það er bara rosa erfitt að endurvinna það núna og allt í einu fólk þurfa aftur þar að vera að berjast fyrir því að hérna allt í einu eitthvað sem var alltaf sannleikur hafi verið tekið af þeim er hérna svolítið grilluð pæling og bara sorglegt. En eru við á vondum stað með svona þrönga skilgreiningar í þessum lúterismannum hérna á Íslandi? Ég myndi segja hér á landi ég myndi segja að það er léttara að vera til dæmis trans hér á landi en í mörgum öðrum löndum, þú veist, við erum til allra guðslöku komin með aðeins betra, þú veist, kerfi í kringum það, þú veist, það er miklu léttara að breyta nafninu sínu og kyninu hans, þú veist, hér, á meðan, þú veist, í mörgum öðrum löndum þá er, þú veist, þetta ferlið að bara breyta nafninu sínu og löglega kyni er svo miklu lengra og dýrara og allt þannig, á meðan, þú veist, ég daginn gæti bara sett inn bara þú veist, ég vil svissa millinafninu mínu og fyrsta nafninu mínu út af því að mér langar að fara eftir millinafninu mínu núna í staðinn. Getur þú gert það? Og það er bara svona, já, ok. Og ég gæti bara gert það og það er bara svo létt og ég er svo þakklátt fyrir það að þú veist, við erum með þessi kerfi sem eru svona góð, þú veist, en samt er þetta ekki perfekt hjá okkur. Þú veist, en þetta er svo miklu betra en það gæti verið og er á mörgum stöðum eins og þú veist, ég hugsa til að þú veist, til dæmis í Ítalíu, þau eru ekki komið með þú veist, ókynjað fornafn, þú veist, sem að fólk getur þú veist, notað
þú veist, eins og þegar það komið, þú veist, ítalski nemar, þú veist, sem hitt okkur, þú veist, í skólanum á, þú veist, fyrir á árinu og þú veist, við vorum að tala við þau og þú veist, vorum að útskýra bara, þú veist, til dæmis, þú veist, ég kynsegin, ég nota fornafnið hann og eitthvað þannig og þau eru bara svona, við erum ekki með það, þú veist, við erum með transfólk og við erum með kynsegin fólk, en þú veist, það í rauninni þarf bara að velja, bara hann eða hún, þú veist, í rauninni, þú veist, sem að, núna er þakklátt að við erum með þú veist, til dæmis orðið hán og þú veist, allar beygingarnar af hán, þú veist, hér hán frá háni til háns inn í, þú veist, kérnu og þetta þú veist, recognize sem, þú veist, bara kynsegin fornafn og eitthvað hannig. Þannig að það gæti verið verð í rauninni. Ég ætla ekki að kvarta yfir Íslandi, en ég var svona að hugsa bara svona menningarlega. Já, það er náttúrulega í fæðskjótinni, ég held ég að minnskilja spurningur á hann. En hérna, lögum kynrænt sjálfræði voru samþykkt 2019, ekki? Þau hafa verið samþykkt í pörtum meira og minna stanslaust síðan 2009. Og þau náttúrulega gefa, þú veist, setja okkur, það gefið út svona réttindakort transfólks og ég var úti á ráðstefnu þegar það var kynnt sem var mjög áhugavert að þegar Ísland lendir efst í því og maður samt eitthvað svona ef þú veist, þó er mjög gott að vera trans á Íslandi, ég vil ekki draga því og það hérna fáir aðrir staðir sem ég myndi vilja vera á en þá það samt eitthvað svona er það ekki, er þetta það besta sem við getum en nú er áhugavert eins og í síðustu viku að fyrir 3 vikum samþykkt reglugerð kynhlutlausa aðstöðu, salernisaðstöðu og það náttúrulega, þú veist, að fólk allt í aftur að fara að vera eitthvað, er verið að taka eitthvað af okkur en það sem er verið að gera núna er að því að lögum kynrænt sjálfræði hafi verið uppfærð en það er svo mikið að lögum og reglugerðum sem á bara eftir uppfæra og þetta er einhvern veginn þarf að rúlla og samfélagsreglunar okkur þurfa að vera í stanslausri endurskoðun held ég þannig að þau séu fyrir samfélagið en annars er bara nokkuð næs að vera trans á Íslandi Það er hins vegar því hluta að verða varfið svona andúð og stundum er umræðan harkaleg ég var að ræða þetta við fyrir svona tæpa ári síðan við kynjafræðing og þá var það svona vangaveltan var þessi sko ef maður ber saman réttindabaráttu samkynhneigðra við réttindabaráttu transfólks að þá ef maður horfir á sko árafjöldan þar sem maður tókst að vinna sko lagalega sigra að þá tók það ógnar tíma í baráttu samkynhneigðra en það hefur gengið hraðar í réttindabaráttu transfólks og þá var svona hugmyndin svo að þetta gerist alltaf inn í samfélagi og inn í samfélaginu þú veist það er einhver rauvaröfn sem að þarf að melta þetta og læra þetta og samfélagið verður að læra þetta þannig að ástæðan fyrir að við verðum meira varfið andúð núna gagnvart transfólki og svona harða umræðu væri það að sko samfélagi væri bara ekki alveg komið þangað sko. Það væri þetta ég veit ekki hvort þið kannist við að hún það var sagt Roe versus Wade þegar það kom á sínum tíma að þetta væri of stór stökk og það væri það stór stökk að það væri hætta við að kæmi sko bakslag í samfélaginu þannig að þetta er tekið aftur að það væri betra að vinna smærri sigra Þannig að þetta voru svona vangaveltur sem voru með það, ekki það að sko andúðin var í réttlætanlegt með þessu, en það er bara einfallega þannig að þegar það eru mikla breytingar í samfélaginu sem eru svona djúpstæðir eins og við erum sömuleitt að tala hér, að svona kynvitund er djúpt ofan í bara skilgreiningu fólks á persónuleika sínum, að þá væri, þú veist, það væri töluvert eftir að sigra í samfélaginu umfram það sem er komið í lagabreytingunni á transfólki, frekar heldur í samkynna. Sko, jú, ég held að þetta sé að miklu leyti rétt og ég meina þetta hefur alveg verið, þú veist, svona rannsakað og trakkað að einhverju leyti. Það er hérna mjög áhugaverð skýrsla sem heitir Tip of the Iceberg, ef þið googlið Tip of the Iceberg Funding Report, að þá sýnir hún bara hvernig það er dælt inn peningum til þess að í raun bara koma á fundamental
kapitalist kristnum gildum í Evrópu. Þú veist, bakslagið alveg til, við finnum alveg fyrir því og það hefur alveg verið rannsakað nóg til þess að við vitum að það fjármagn á bak við það. Og ég meina, kannski við hjá Intersex Ísland finnum kannski, við finnum að einhverju leyti fyrir bakslaginu en núna finnum við til dæmis meira fyrir hræðslunni við bakslagið. Já. Við hjá Intersex Ísland, sko. Hvernig virkar það ef ég má spyrja? Hræðsla við bakslag? Já. Kann maður bara tala sig upp í það að vera hræddur við það eða? Nei. En núna samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræði, þá átti 7. janúar að setja á fót nefnd til þess að endurskoða Intersex hluta laga um kynrænt sjálfræði. Intersex hlutin á lögum um kynrænt sjálfræði fór í gegn á COVID-tímum, bara alveg á COVID og svona nálægt byrjun COVID þegar það var kannski ennþá minna vitað og var í raun bara samþykkt það sem að nefndin hafði unnið sig í gegnum áður en að COVID byrjaði. Þú veist, COVID smellur þarna á í miðju nefndarstarfinu. Þannig að núna hluti af þeim lögum sem á að endurskoða af því að það verndin fyrir intersex stráka ekki nægjanleg. Þeir eru svona teknir dálítið út úr sviga og maður sér þar svona dálítið toxic masculinityið að það allt í lagi að vera pínu öðruvísi stelpa. Það minna í lagi að vera öðruvísi strákur. Þetta var nú hjá samkynhneigðum líka sko, ég held að hommannir hafi fengið meira óþvegið heldur en lesbíurnar sko. Já, oft á tíðum sko. Þú lemur ekki konu en þú getur lamið kall þó hann sé kannski ekki alveg nóg kallalegur og þú sért að lemja fyrir það. En svo sem menn lemja líka konur, það ekki það? Já, en hræðslan við bakslagi, við finnum það alveg bara hjá til dæmis ráðuneytinu. Núna eru að verða komnir 8 mánuðir rúmir síðan að það átti að taka þetta upp aftur. Svona í okkar samtölum við starfsfólki á ráðuneytinu þá hefur alltaf verið þú veist, það hræðsla við að það verði ráðist á translutalagana út af því að það hefur verið að opna fyrir intersex-hlutalagana. Þannig að hræðslan við bakslagið hefur líka áhrif, þú veist, það alveg taktík að bara rífa nógu mikið kjaft, þykjast vera nógu stór. Þú veist, ef maður skoðar flest þessi félög í Bretlandi, þú veist, þau eru með billjón félög utan allt og sem eru svona ala á, þú veist, á móti transfólki og þetta byrjar yfirleitt, við erum á móti transfólki og svo verðum við á móti ákveðnum réttindum samkynhneigðra og svo verðum við á móti ákveðnum réttindum kvenna og svo vinnur sér þannig upp í svona ákveðin pakka. Transfólk og flóttafólk svolítið það trending sem blóraböggull hjá fólki. Það voðalega vinsæll byrjunarpunktur í svona svo grafa undan samfélaginu eins og við viljum hafa það. Já, en þetta náttúrulega, þú veist, svo mikið af þessu líka umræða og þó að þó allan eina heima þá heppinn í því að ofbeldið hefur ekki verið mikið annars staðar en það hefur rosa mikil uppreisn í þessu og bara með uppreisn hægri stjórnvalda í heiminum og þessa dagana þar sem þetta notað sem eins og það hversu mikið bara Trump talar transfólk, eitthvað svona það en notað svo hann þurfi ekki að tala aðra hluti og vera að flagga eitthvað sem skýri og sem ég að segja ykkur að þið skiljið þetta ekki þannig að nú getið þið reiðst yfir þessu og þetta svo stórt trend í gangi núna og kemur inn þá eins og að segja í því að fylgja eftir eins og möguleganum. Já. Þú myndist þá að þú veist að tala í raun eins og þú veist að transbaráttan til dæmis kom á eftir þú veist samkynhneigðu baráttunni og eitthvað þannig og þú veist eins og bara svona samkynhneigðu fengur rétti og svo kom transfólk en þú veist það í raun að þú veist barátta fyrir þessi samkynhneigðu réttindi og þú veist transréttir fara svo mikið hönd í hönd þú veist í sögunni eins og þú veist það sem við teljumst vera bara þú veist stór þú veist byltingapunktur þú veist í bara hinsegin baráttu en mikið tal sem þú veist samkynhneigðu baráttu var þú veist Stonewall
og þú veist, nema hluturinn var Stonewall var ekki bara, þú veist, samkynnið bara, þetta var, þú veist, transfólk sem var fremst í þessu, eins og þú veist, mest þekkta fólkið, þú veist, frá Stonewall þú veist, Sylvia Rivera og þú veist, Marsha P. Johnson sem voru transkonur af leið sem þú veist, voru þarna, þannig þú veist, það hefur alltaf farið hönd í hönd og þú veist, transbaráttan kom ekki upp á þurru, þú veist, við höfum alltaf verið þarna. En ef við tekjum svona lagabreytingar á Íslandi, þá þá koma staðfesta sambúð og réttinn til þess að taka börn í fóstur og svona, það kemur á undan því sem hægt að eyrnamerkja trans og ég eiginlega bara, Þorgerður Einarsdóttir kom hérna og ég nú bara að reyna að endursegja sko hennar rannsóknir sem hún var eiginlega að reyna að meta sko andúðina í samfélaginu samhliða sko lagalegum sigrum. Það kannski eru skilaboðin bara það að fólk ætti að passa sig á því að taka lagalega sigur ekki of að þú veist, það getur vel verið að eftir að vinna hina sigrana líka sko, þetta var nú einhvern veginn þannig. Herðu, Veiga, þú nú hérna á Zoom sko og það hérna sá sem á Zoom, hann bara ekki hérna í holdinu eins og sagt og þá gleymist. Viltu skjóta ykkur inn í áður en að við slítum sér þetta þá? Já, ég þá. Þú ekki sofnað yfir okkur? Nei, ég þannig ekki. Kannski eitt sem ég langar að segja, talandi um umræðin og umræðin á síðustu ári. Nú ég fædd 76 á Ísafirði og hérna og svo talandi þessi kalla vinnustæði og allt svo list. Nú ég búinn að vinna svolítið vinnustöðum næstu 20 ár í rennismíði, skipasmíði, vélsmíðum og svoleiðis. Og það var nú oft talað sérstaklega homana, en minna lesbíur og transfólk, talandi þegar Anna Kristjáns kom út. Sko, þetta var viðurstyggilegar umræðar í kaffistofunum. Og það var til þess að ég þorði aldrei að koma út og það tók mér langa tíma og það endaði með sjálfsvígstilraunum og ég veit ekki hvað og vegna þess að ég var svo hrædd að börnin mín yrði fyrir aðkasti að því ég svona sem ég er. Það var aðalega vegna þess að umræðin var svo slæm á þessum stöðum. Flestir þessi gaurar sem töluðu svona eru vinir mínir í dag. Þetta var bara svona eitthvað í nösunum á þeim. Þannig að við þurfum að passa umræðina, hvernig hún er. Hún getur verið stórhættuleg. Ég held að líka svona kalla hópar ættu að hugsa það sérstaklega eins og ég var að vitna í áðan að ég meikaði aldrei þessa hópa sko og það var bara að fá bara eina konin í hópin að þá bara slaknaði aðeins á þessu og það var aðeins síðara sko. Þannig að maður bara fá koni í hópum hvað varir mann fyrir því að þurfa að sitja undir svona einhverju stjórnlausu kjaftaði sem drifið áfram raunverulega bara fordómum og andúð sko, hvað tólki. Herðu, gaman að fá... minnum að það kenn líka held ég. Hvað segirðu? Bara drifið áfram að minnum að það kenn, menn eitthvað reyna að upphefja sjálfan sig með að draga aðra niður. Já, sem svolítið svona útgangspunktur hjá mér umverulega að sé eitthvað að kynja greiningunni hjá Elon Musk sjálfum sem að við erum kannski að svara við erum bara að svara einhverjum stormum í huganum á einhverjum manni sem að kannski stendur ekkert sérlega sterku fótum í eigin persónuleika. Herðu, en kæra þakkir fyrir spjallið Veiga sem er á Hvammsnesi við Ísafjarðardjúp og þeir sem eruð hérna inni við rauðaborðið Alex, Theodor og Kitty. Kæra þakkir fyrir að koma hingað og það var þolinmæði til að hlusta á mig og svara spurningum mín. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram eða við hérna við rauðaborðið og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Reyndar ætla ég að sitja hérna áfram og hérna tala Þuríði Formann sem er kona í buxum eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, nú ætlum við að tala ansi þekkta konu í Íslandssögunni, Þuríði Formann. Og tilefnið að Auður Styrkarsdóttir að senda frá sér bók hana, Þuríði Formann. Þetta nú svona, alltaf ekki þannig að fleiri þekki nafni svona en viti svona eitthvað hana að viti. Jú, mér finnst nú flesti vita, kannast við nafnið. Já. Þuríður formaður og
Í hugan kemur eitthvað tengt sjó. Já. Hún hafi verið merkileg kvenskörungur á sjó. En svona hennar ævi almenningur veit og lítið hennar ævi. Já. En þú komst með bók sem Já, kom hérna með bók. Já. Sem heitir með Þuríður formaður. Eins og þín bók? Nei, hún heitir Kona á buxum. Kona á buxum. Það vegna þess að þessi bók... Ekki skýibuxum? Hvað segir þér? Ekki skýibuxum? Ekki skýibuxum, nei. Kona á buxum. Kona á buxum. Og það vegna þess að fyrir nokkrum árum, kannski 6-7 árum, þá rakst ég á þessa bók í öðru formi, nýrra formi, hjá honum Bjarna Harðarsinni í bókakaffinu á Selfossi. Og utan á þeirri kápu mynd, teikning af konu, greinilega kona í karlmannafötum og ég ætla að sýna þér þessa mynd núna. Já. Þetta er teikning sem Finnur Jónsson á Kjörseyri gerði. Þetta eru svona spariföt, þetta er eins og að kona sé á leiðinni í kirkju eða? Já, þetta er nefnilega karlmannabúningur. Þetta er ekki karlmannaföt, þetta er búningur. Frakki, pípuhattur eða hárhattur og svipa og frakkin með svona flottum tölum framan á. Og það með það sem að hún klæddist. Þetta með karlmannaföt, konur klæddust hérna karlmannafötum við erfiðu störf hér áður fyrr. En það kannski lítil ástæða til að fara á pilsum út í tún á sletti. Og unnu erfiðisvinnu. Amma mín langamma mín, hún vann við hérna vassburð og kólaburð hérna í Reykjavík. Já, og kannski hefur hún verið í einhverjum pilsskopum yfir buxurnar eða eitthvað slíkt. Það var sagt að hún hefði pissað í gegnum hrútsopn. Já, og var þá... Ég veit ekki hvort þetta sé satt eða ekki, því að þetta var stundu sagt svona, maður veit ekki alveg hvort þetta sé merkið þessum að hafi gengið í svona karlmanns hlutverk í vinninni, þetta hafi verið orða svona. Já, en tilfellið að Þuríður formaður fann upp á því að hafa með sér horn á sjóinn, ærhorn, sem hún pissaði í og skvetti svo úr því fyrir borð. Þannig fór hann að því og margar konur tóku þetta upp eftir henni. Því að tilfellið að margar konur voru líka á sjó, réru í þessum opna árabátum við þessu hörmulegu skilyrði oft á tíðum og með vélunum í bátana þá lagðist það alveg af og hættu konur að fara á sjó. Og hugmyndin sem við höfum þetta einhvern veginn svo að konur hafi eitt gengið í þessi verk. En það alveg rangt. Það þurfti bara. Og það konur sem við myndum kannski í dag kalla ofvirkar með athyglisbrestin, svona stór skornar konur í háttum og sniði. Það voru gjarnan á sjónum. Þannig að þegar velvæðingin kemur að þá minni þörf fyrir mannafla og þá eru konunum ítt í land eða... Já, eða fór í land, hvernig sem það nú var. Það var ekki þörf lengur. Þetta hefur nú verið bent að, ég sé svona greinar umfjallanir þetta víða heim þar sem verið að kanna atvinnuþátttöku kvenna fyrir innbyltingu og þá hún miklu meiri heldur en að við höldum eins og sagt. Já, verkaskiptingin svona milli karl og kvenna var miklu meira fljótandi þó konurnar hafi meira hugsað börnin og svoleiðis nokkuð en konur gengur bara í þau verk sem þurfti. Þannig var lífið bara. Það eitt að vera til sjós og vera í bara þeim fötum sem best henta í því og það eru ekki pils. Og svo annað að vera í karlmanns búningi og svona taka raunverulega bara ganga í hlutverk karla. Já, og það með þessi teikning vakti athygli mína einmitt fyrir þetta. Hvað þetta búningur karlmanns, miklu meir en karlmann af föt. Nú yfirleitt tengt við Þuríði formann að hún hafi komið upp Kambránsmennina, svo kölluðu. Nú hafa nýlega verið skrifaður það bækur, Einar Már Guðmundsson meðal annars. Og við höfum í rauninni bara frásögn Þuríðar það að hún hafi komið upp þessa ránsmenn. Og hún segir að í skiptum fyrir það þá hafa hún fengið leyfi til að ganga á buxum.
það náttúrulega bara vitleysa því að hún þurfti ekkert svoleiðis leyfi. Hún var í buxum og fullt af konum í buxum og ekkert slíkt leyfi þurfti. Og af hverju segir hún það þá? Það er mystería og ráðgáta sem að ég skálda dálítið í bókinu minni. Og ég held að hann hafi bara hreinlega kúað hana, sýslumaður, með einhverju öðru. Og síðan þegar hún fer að segja Brynjólfi Jónsssyni frá Minnanúpi þessa sögu, þá er hún orðin gömul og svona gerir sinn hlut meiri heldur en það var kannski, fegrar frásögnina. Hún fer ekki þennan karlmanna búning fyrir en á miðjum aldri, er sagt, og ég tengi það við þennan atburð þegar hún er búin að láta kúa sig til að segja frá þessum nágrunnu sínum, vinum, sumum hverjum, ættingjum, allt í kringum hana. Hún segir frá þessu, allir aðrir steinþögðu, að þá segi ég, þá fer hún að nær sér í þennan búning. Úr því að sýslumaður veitir henni þetta leyfi, þá gengur hún bara alla leið. Og tilfellið er að hún fer ekki í þennan búning fyrir en eftir að uppkemst Kamsarams menn. Okay. En segðu mig frá, hvaða kona var þetta? Já, hvaða kona, vitum við það nokkuð tíma? Hver einhver er? Þú veist það betur en ég. Já, ég hef lesið þessa sögu Brynjólfs Þuríði og ýmislegt annað. Hún lifir svona dálítið í gömlum sögnum. Það þarf að grafa dálítið djúpt eftir henni nú orðið. Og hún hefur verið mjög einþykk, ákveðin og mótuð af þessari óblíðu veðráttu og óblíða lífi sem að var og við bara getum ekki ímyndað okkur. En hún er líka gætt alveg óvenju lífsorku og gleði. Og lætur aldrei bugast og já, fer þannig í gegnum lífið. Verður formaður á? Já, hún er farin að róa á bátum hjá föður sínum, 11 ára gömul og er upp frá því á sjó. Og hún gerist formaður á vorbát hjá prestinum, séra Jakob Árnasyni. Hann fær hana til að vera formann. Og vorbátar, það er eins og hún segir sjálf einhver staðar, það er barnaleikur hjá því að vera formaður á vetrarskipi. Það er ekki þeir sem hafa verið á vorvertíð eða vetrarvertíð núna. Það er bara þeir kunna munun á því. Sjórinn er allt annað skrýmsl á vetur. Já, en hún er þarna í nokkur ár formaður á vorbát. En síðan fær séra Jakob hana til að vera formaður á vetrarbát líka. Og það er náttúrulega allt annar handleggur, en hún stóðst það með mikilli prýði, hún misti aldrei mannskap, mjög fiskinn sjálf og það kom strax í ljós þarna þegar hún er 11 ára gömul, að fiskarnir beinlínis elskuð hana, löðuðu stað hennar öngli og allir vildu vera hjá henni í skipsrúmi, hún var mjög eftirsótt. Að þú fiskaði vel? Hún fiskaði vel. Hluturinn stærri þar? Hluturinn stærri og hún kom vel fram með menn, sína sjómenn og hásetta, ólíkt sumum öðrum, þar sem fólki var bara djöflað út. Og já, var mjög farsæl. En eins og þú bendir á þá var það ekki eins óalgengt og við teljum kannski í dag að konur væru í því sem að við núna myndum skilgreina sem karlmannsstörf. Nei, það var það ekki. En það er þarna eitthvað svona meiri, svona kynusli í kringum hana? Já og nei. Það er nú aðeinslega ekki í kringum þennan klæðaburð. Hún tekur upp á því að klæðast þessum karlamanna búningi á miðjum aldri. Og það er náttúrulega það sem fólki man. Það sem að var samtíðin og yngri kynslóðir. Og þetta þótti mjög sérstakt. Og þetta lifir í minningu og frásögnum. Konan í karlmannabúningi eða karlmannafötum eins og sagt var. Það er það sem veldur því kannski að sögurnar fara víðar. Já, og hún þótti mjög sérstök, bæði fyrir þetta og síðan var hún
ekki svona eins og annað fólk kannski. Hún bar sig alltaf mjög vel, laut engum höfðingjum. Hún fór í mál við menn út af minnstu atvikum og stemdi þeim bara fyrir sáttanemndir og hingað og þangað. Hegða þessi bara eins og leiðindar karl. Já, eða bara frjálsmanneskja, getur við sagt. Hún skrifa meira sér á kónginu bréf, 2 sinnum og ekki hrædd við vald eða þá sem eru yfir, getur við sagt. Mjög kannski óvenjulegt. Leta aldrei neitt kúa sig. En nú þekkjum við bara úr svona okkar tíma að svona einhver röskun á kynhlutverkum getur valdið einhver rosalegum óveðrum í hugum fólks. Bara, ég meina, þú manst það þegar kvennahreyfingin, að þegar konur koma og vefengja svona það hlutverk sem að samfélagið alltaf íta þeim í, að það veldur sko gríðarlegur svona róti og svo þegar samkynneitt fólk kemur fram að þá það sko verður eins og það sé svona eins og árás á kynhugmyndir þeirra sem að kannski kemur málið raunverulega ekkert við sko. Og núna náttúrulega þekkjum við það gennum transa sem að eru kallar og konur sem að einhvern veginn upplifa þetta sé einhver ógn við sig og svona. Heldur hafi verið eitthvað svona í kringum? Ég held nefnilega að það hafi verið miklu minna. Miklu minna? Miklu minna. Ég held að á baðstofuloftunum hafi ýmislegt gerst sem að var ekkert talað en fólk svona umbar og hvernig heldur þetta hafi verið? Kannski 10 manns í sama rými, jafnvel sofa í sama rúmi, 2 og 3 manneskjur. Auðvitað hafði fólk kynkvöld þá rétt eins og nú og þurfti einhvern veginn að svala henni og ég held að það hafi bara verið gert með ýmsum ráðum og kannski ekki opinskátt en svona samkynhneigð og annað slíkt held ég að hafi verið meira umborið heldur hún að þótti ekki kannski eðlilegt en ekki fordæmt sem slíkt. Og kannski horft á að það sé þarna kall og kona en síðan sé kannski bara eitthvað litróf að svona hvar þú staðsetur þig í kynjum. Þú getur verið kvenlegur kall og kall. Já, og karlmannleg kona. Já, og allt þar á milli. Allt á milli þar. Þú ert ekki frá því að það hefur verið eiginlega meiri svona, þol, hvað því þá? Já, ég held það. Það nú einhverja sögu til að því að ein systra Benedikts Gröndal hafi verið sko tvíkynjað eins og sagt Hún bjó með konu. Nú síðan eru sagnir af konu sem að bjó með hana. Þetta nú ættmenni mín þá líklega. Já, þú ættir að kynna þér þessu sögu. Ég svolítið skildur Benedikt Gröndal. Já, sagnir af annarri konu sem eignaðist barn með annarri konu. Þannig að þetta var auðvitað til þá eins og núna og það litla sem að vitað hefur lifað á prenti af einhverjum ástæðum en ég held að það hafi verið meira svona usla heldur en við gerum okkur almennilega grein fyrir. Og svo getur sko heimildir oft blekkt okkur, það þekkt vandamáli til dæmis að vita hvað fólk var að borða. Að það eiginlega hvergi heiminum skrifað það sem að fólk borðaði hversdags. Nei. Það bara algjört svarthol. En svo vitum við eitthvað hvað fólk borðaði á einhverjum stórkostlegum hátíðum. En svona að það sem hversdagslegt, það sem sjálfsagt, það sem eiginlega allir eiga að vita, að það var miklu síður sett á bók. Sko. Af því allir áttu að vita það. Allir áttu að vita það. En það reyndar hjá okkur, þá eigum við tilheimildir einmitt þetta, matarkostin hjá fólki á 18. 19. öld. Bara mjög vel dokumenterað. Í rítum sem að nú að rykfalla og skrifaðar á tungumáli sem að okkur ekki tamt og mun bara hverfa held ég því miður. Mér finnst í stundu vera síðasta kynslóðin sem talar þessa íslensku. Sem með þessa íslensku sem að nær þúsundar aftur í tíman. Já. Og getur lesið og skilur og orðin eru svona opin fyrir okkur
Það er náttúrulega einstakt að geta lesið 1000 ára texta og skilið það sem sagt er. Það er bara ekki til, held ég, óvíða. Nei. Og náttúrulega stórkostleg menningarlegt tap ef við missum það. Já, mér finnst það nú. Á 1-2 kynslóðum. Já, þannig að það verður bara fræðingar sem að þá er það bara eins og annars þar. Þá er það bara eins og annars þar. Já, og þá eru þýddar bækur úr, var ekki sett að Danir séu löngu farnir að þýða Kierkegaard og fleira. Jú, bara endurskrifa upp á nýtt. Sem að í sjálfu sér náttúrulega eðlilegt og einhver leyti þú að flytja sögur og sagnir á milli kynslóða því að það þarf líka að gera það það þarf túlkun og það er endurfæða sagnirnar inn í okkar tíma og þá kemur kannski að því að hvert er erindi Þuríðar Formanns inn í okkar tíma? Hvað er hún að segja okkur? Góð spurning, mjög góð spurning því að það er ekki nóg að bara endur segja svona sögu eða segja sögu manneskjuð. Það þarf að vera einhver svona dýpri tilgangur með því, held ég. Og ég held að sem vakti fyrir mér og ég vona að komi fram er þessi spurning hvernig fór fólk að því að lifa af þessa tíma. Hún lifir móðuharðindin, hún og hennar fólk. Hún lifir síðustu hungursneiðina sem hér var á Íslandi 1956 til 60 cirka og allt þar á milli því það koma kuldatíður og hungursneiðir bara við og við það ganga sjúkdómar landi sem að fellir fólkið í löngum bunum og síðan þetta óblíða líf og hörð lífsbarátta þar sem að hver einasti matarbiti nánast var barátta og af hverju bugaðist fólkið ekki? Það eru sagnir af fólki sem gerði það og ég held að svona kararsjúklingar sem við höfum sagnir af, það hafi verið þannig fólk lagðist bara í þunglindi og gafst upp á lífinu. Af hverju er hún alltaf svona björt í skapi? Bjarni bróðir hennar sem að er nokkrum árum eldri, hann er allt önnur típa og hann drukknar og reyndar frekar ungur en lífið var honum miklu erfiðara svona, og hvað er það sem að Þuríður ber með sér þannig að hún lifir þetta allt og hún er ennþá 86 ára gömul bara hrifin af því að lifa hvað er það sem gerir og ég segi það svarið strax. Já, ég er bara, þú er eins og sett að fara að bóla það og sé bara að finna bara lífselixír sálarinnar. Það má vel vera. Já, hvað er það? Sko það er tvennt sem kemur til. Hún náttúrulega, við erum misjafn. Já. Lífskrafturinn er misjafn inn í okkur. Og dugar misjafnt út af ævina. Og þú veist ekki það komin svona við lok starfsæfinnar að maður sér það bara fólki sem maður þekkir ég er eilítið yngri en þú en ég er svolítið svona áhyggjur af stundum af mínum jafnöldrum hvaða lífslogin einhvern veginn dugar skammt út æfina og hvaða svona sloknar á forvitninni og svona löngunin til þess að endurnýjast og stundum verið ég alveg hissa þegar ég hitti fólk sko. Já, þetta er alveg satt en hjá henni logar alltaf það logar alltaf á henni sloknar aldrei nema á tímabili þegar hún missi dóttur sína unga að þá langaði hann ekki til að lifa mikið lengur þó hún gerði það og fékk svo aftur lífslöngun þegar hún lendir í miklum sjávarháska og þar kemur þá trúin inn í það er að segja trúin á skapara himins og jarðar og þar sem að allt er gott hjá honum og þarna út á sjónum þá segist hún hafa farið að hugsa það ef að Þórdís litla hefði lifað og hún drukknað þarna hvað hefði þá orðið hana litlu telpuna munaðarlausa og allslausa í himminum var þá ekki bara betra hún væri hjá Guði og þannig tókst henni að sætta sig við þetta
og halda áfram að lifa. Og við tölum oft illa trúna, en hún var haldreipi og það sem að hélt lífinu beinlinis í fólki á þessum tíma. Við þekkjum það líka þegar fólk lendir í lífsháska. Já, það gerist. Þá svona oft opnast einhver sýn á lífið, náttúrulega hvað lífið er dýrmætt og að lífið sé raunverulega gjöf og þá ertu svona síður að kvarta yfir því, sko. Ertu þakklátt fyrir það og stundum dugar þetta fólki lengi, stundum dugar þetta bara í skamma tíma og fólk verður svo bara nær sér aftur og verður tuðandi aftur 9 mánuði seinna. Já, en á þessum tíma trúarlífið bara partur af þér. Já, og það farvegur fyrir svona upplifun. Þá það sem að ég veit ekki stundum velti fyrir mig hver hann í dag hjá okkur, sko. Það var náttúrulega trúarlífið var farvegur fyrir alls konar svona tilvistarlega stöðu okkar og tilfinningar. Já. Og bænin, allir fóru með bænir, bæði vakandi og sofin nánast. Og þetta svona hjúpaði fólkið einhvern veginn, veitti þeir sem að stunduðu þetta kjark til að lifa áfram og einhverja gleði í lífinu. Gleðin kom þó mest úr sagnaarfi okkar og þetta baðstofulíf með sögunum. Ímyndaðir þessar baðstofur og þessi húsakynni, það var ískalt inn í þessu, alltaf hreint. Skógurinn, þegar hann eyddist, þá var ekki hægt að kynda upp og eini hitinn kom af öðru fólki inn í húsunum og sögur segja að það var alltaf ískalt. Ímyndaðir á vetrakvöldum, hrím á öllu þegar þú vaknar og yfir öllu. Þetta ekki skemmtilegt líf. En þú hefur sögurnar á kvöldin og þá sperrast eyrun upp og augun yfir alls konar dásamlegum sögum þar sem allt getur gerst. Fólk fær góða mat og kotstrákurinn giftist kongsdóttur og svo framvegis. Og þannig ferðu bara aðeins léttari til hvílu. Og þetta tvennt, trúin og sögurnar held ég að hafi haldið fólki. Sumt erfitt að ímynda sér, til dæmis þegar þetta lýsa baðstofu á loftinu þar sem að forföður okkar bjuggu sko í 1000 ár. Þannig vel ekki til, hvað við segja, svona privacy. Ekki neitt. Sem að við tygnum mjög í dag. Viljum hafa mikið svona enga svæði, enga rými og enga svæði. Ef einhver kemur inn á það, þá það alveg svakalegt. Trúu því að það sé eiginlega svona ræktarsvæðið okkar og sé mikilvægara og við erum eiginlega verjast ágengni samfélagsins. Þannig erum við náttúrulega í veröld þar sem að sko prívatlífið bara ekki til. Sko. Það ekki til og... Það bara í huganum. Já. Og ég held að það hafi ýmsu hluti verið mjög gott. Ég held að þetta prívat sé ekkert hollt fyrir okkur. Við erum félagsverur og þurfum annað fólk til að þrífast. Og þetta að ýta fólki frá og hér ég og hvernig get ég verið og ég og ég og ég. Þetta ekki hollt fyrir hugan. Þannig að kannski þú ferð að skoða Þuríði formann af því hún sérstök. En það sem að þú finnur markverðast hjá henni raunverulega bara svona almennt manneskjuna. Almennt manneskjuna og hennar tilvist og hvernig fólki fór að því að lifa. Og hún ekkit ein í því að vera kjarkmikil og sterk manneskja þó að hún hafi svona fengið þennan stimpil að vera sérstök. Auður, ég hlakka til að lesa bókina þína. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá Þuríði formanni. Takk. En við sitjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við ætlum næst að huga að víkingum, íslenskum víkingum.
enn fólk að gera rannsóknir á víkingum. Halldór Laxness skrifaði bækur sem gerðu svolítið grín að upphafningu ofbeldis og þessum hugmyndum sem að samtíma Íslendingar hafa haft víkinga fyrri alda. En aðrir telja að allt það besta í mannskepnunni hafi birst á víkingatímabilinu og við höfum fengið fræði manneskju lektor í Háskóla Íslands við Háskóla Íslands sem nýbúin að gefa út bók, má segja, þetta efni. Við höfum fengið hana hér að rauða borðinu til þess að ræða víkinga við okkur næstu mínútur. Vertu velkomin Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands. Það passar, takk fyrir að hafa mig. Mér skilst að þú hafir skoðað víkinga núna í 10-15 ári jafnvel? Já. Ég byrjaði í doktorsnámi í safnafræði 2009 í Leicester og þá fór ég að skoða þessa víkinga og það var eiginlega óvart. Óvart? Já, það var ekki það efni sem ég lagði upp með. Nei. Ég ætlaði að rannsaka byggðasöfn á Íslandi. Nú? Og svo þegar ég fór að skrifa söfn og þjóðernishyggju, þá skrifaði ég eina stutta málsgrein víkingaarfleifðina á Íslandi. Já. Og mínum prófessor fannst þetta svo spennandi að hún baði mig meira og það endaði sem rannsóknarefnið. Hvað ertu að segja? Já, þannig að þetta var eitthvað sem við höfum báðar meira áhuga og greinilega heldur byggðasöfnin. Þó að það sé líka spennandi rannsóknarefni, svo að það sé sagt. Nú sko dettur mér í huga að karlar hafi meira eigna sér rannsóknir víkingar, það rétt hjá mér? Eða framan á allavega? Já, það var svolítið gaman. Ég tók þátt í pallborðsumræðum núna fyrir sumar sem var samstarfsverkefni Hórstvik og Þjóðminjasafns Íslands og þar var ég eina konan. Var það? Já, þetta voru allt karlmenn á pallborðsumræðunum og svo ég í hafninu. En ég í góðum hópi. Þetta eru frábæri fræðimenn. Og það gaman að vera konan í þessu og pöngast svolítið í fólki. Er það ekki? Jú, það bara fjör. Já. Og við hljótum að fara að auka svolítið á. Já. Ef þú byrjar áður en þú segir okkur frá því sem að þú komst að og því sem að þín bók fjallar ef við byrjum á okkar söguskilningi víkinga. Já. Er það ekki rétt eins og ég var kannski aðeins að imbra á í inngangnum að við vitum ekki alveg hvað okkur á að finnast víkinga? Jú, sérstaklega á Íslandi. Já. Ef þú spyrir Íslendinga, voru Íslendingar víkingar, þá er þetta ennþá mjög umdeild spurning. Já. Það eru margir sem segja nei, við vorum ekki víkingar. Þjóðminjasafnið er á meðal þeirra sem að segja mjög skýrt í sinni grunnsýningu. Víkingar voru ekki á Íslandi, þetta voru bændur og sjómenn. Það er þannig? Það er þannig. Já. Það er bara svart og hvíti hjá þeim. Já. Það er mjög skýr afstaða. Okay. En þó hafa þau verið að breyta aðeins stefnu eins og í markaðsmálum. Já. Því að nú sér maður til dæmis auglýsingan á menninganótt og það er vígalegur víkingur með hjálm. Já. Og þau hafa auglýst víkingabúninga á öskudag fyrir börnin. Já. Þannig að það er kannski aðeins byrjað að gerast eitthvað og það er að mínu mati, það er eitthvað sem að gerðist eftir hrun. Já. Það var breytingatímabilið. Fellstu á það að Ísland hafi verið numið 874? Já, ég get samþykkt það. og það er þessi þjóðveldistími. Já. Hvað til 1200? Hvað er þetta langt? Já, sko, þetta er í raun og veru þannig að Ísland er numið, hér sest fólk að og reynir bara að lifa af á þessu landi. Já. Og þetta er erfitt land að lifa á og hér er fólk bara að reyna, já, eins og ég segi, lifa af. Já. Ferðast til annarra landa og skoða þessu og við erum hluti af þessari samnorrænu menningu. Já. Og þetta hefur náttúrulega haft gífurleg áhrif á okkur sem þjóð. Já. Það sem að ég hef kannski, af því ég er ekki sagnfræðingur, þá er ég ekki að skoða víkingatímabilið sjálfu sér. Nei. Ég er meira að skoða hvaða sögur við segjum okkur í dag þetta tímabil og af hverju. Já. Hvaða áhrif hefur það haft á okkur að búa á þessu skeri og að horfa aftur og sjá hvernig við höfum þróast sem þjóð og hvernig við erum alltaf aftur og aftur þegar einhvað gerist hér, þá förum við alltaf aftur í þennan uppruna til þess að reyna að skilja samtíman.
En nú væri hægt að skoða það án þess að orðið víkingur kemur fyrir eða hvað? Algjörlega, en þú verður að fylgja þeim orðaforða sem almenningur notar. Já. Af því að sem fræðimaður þá getur sleppt í að nota orðið víkingur og sagt landnámsmenn. Já. En það samt orð sem að hefur gífurlegan mátt í samfélaginu. Já. Þetta samt orð sem að vekur upp mjög skýra mynd af norrænum þjóðum. Þannig að það kannski ekki hægt að annað, þú veist, það tekur ekki af krafti orðsins þó að ég noti orðið landnámsmaður. Þannig heldur sko að jafnvel ómeðvitað mitt identitet sé að einhverju leyti bundið þessu hugtaki, þessu orði? Ég held að það sé orðið þannig í dag. Ég held að það sé mismunandi fyrir svona ólíkar kynslóðir Íslendinga. Ég held að fyrir þá sem að voru ungir í hruninu og eru að vaxa úr grasi með þetta hugtak víkingur mun skýrara í okkar daglega umhverfi, það hefur gífurlega áhrif á það. Þá fara þessi orð að blandast svolítið saman. Þegar þú fer niður í bæ, þá sérðu víkingabúðir, þú sérð horn á hjálmum, þú sérð orðið út allt í markasetningu og auglýsingum landið og fyrir landið. Við erum með þetta mun skýrari kringum okkur. Við sjáum þetta þegar við förum á fótboltaleiki, þá setjum við á okkur hornin. Þannig að það augljóst að við erum aðeins meira að byrja að nota þetta í dag. Þannig að ég hugsa að nýrri kynslóðir tengi sig mögulega meira við þetta orð heldur en kannski eldri kynslóðir sem að uxu úr grasi án þess að það væri notað. Og gera það kynróðalaust. Já. En sko voru það, og nú ætlum ég bara að spyrja svo barn í skólastofunni, eða leikskólabarn, að sko voru það víkingar sem fundu Ísland? Það voru norrænir menn sem að fundi Ísland. Það bara fer eftir hvernig þú spyrð, hvort þetta hafi verið víkingar eða ekki. Það nefnilega það. Það bara þannig. Og hvað gerir svo eftir að landnám hefst á Íslandi? Sko, fyndna sagan svo að það voru einhverjir normenn sem að sigldu til Íslands og föttuðu á miðri leið að þeir voru kvenmannslausir, komu við á Írlandi. Já. Og hérna náðu sér í rauðharðar stelpur og ljósar held ég eitthvað. Já. Og sjóveiku víkingarnir stoppuðu í Færeyjum. Já, og svo var siglt áfram. Já. En þetta náttúrulega sko saga sem að bæði hægt að hlæja og svo er hún líka náttúrulega hryllileg sko, eins og svo margt í fortíðinni. Já. En hérna, eftir að sem sagt, hópur fólks hefur ákveðið búsetu á Íslandi og byrjaðar að byggja landið, fara þá Íslendingar í víking sannarlega, drepa fólk, koma með gersemar til landsins, veit þetta einhver fyrir víst eða? Það margir sem hafa skoðanir, en hvað getum við sagt? Ég meina það fer eftir hvað heimildir þú ert að skoða. Það fer eftir hvernig þú lítir á það, það fer eftir hversu mikið hvernig þú ert að lesa Íslendingasögurnar og greina þær og þessar heimildir sem við höfum miðaldir. Svo fornleifafræðin sem að segir eitthvað allt annað og það fer bara eftir því hvernig þú tala við. Skoðanirnar eru mjög ólíkar og ég hefur raun og verið ekki tekið skýra afstöðu með eða gegn því ég veit ekki hvort að það myndi þjóna tilgangi í þeim rannsóknum sem að ég að vinna. Og þá skulum við koma okkur loksins að því. Já. Hvað var það sem að þú komst að? Já, þetta svolítið skemmtilegt. Ég fór inn með svona opinn hug og vissi raun og verið ekkert hvað myndi koma út úr þessu. Fyrstu viðtölin sem ég tók í doktorsnámi var 2010 og 11 á Víkingaheimi með Reykjanesbæ. Já. Og það sem ég komst mjög hratt af var að þegar ég spyr fólk hvernig það túlkar sýninguna eða hvaða myndir verið að gefa af víkingum, þá stökkið frá fortíð yfir í samtíð gífurlega stutt. Já. Leið og þú talar víkingana, þá fyrir fólk að tala hvernig þeir voru og hvernig það endurspeglar fólk í dag. Það? Mjög hratt. Samanber svolítið bull orðræðuna Ólafs Ragnar Skrímssonar, útráðsarforseta. Til dæmis. Já, einmitt. Það var talað hans ræðu. Það var talað hans ræðu. Þetta var 2010 og 11. Fólk var ennþá að reyna að vinna úr þessu tráma sem að hrunið var. Já. Og umræðan útrásarvíkinga, hún kom upp mjög hratt. Já. Gífurlega hratt. Já. Og þá var talað þetta sem bara bófa og ræningja. Já. Og þeir hafi farið hér landið og hafi eyðilagt landið og það hafi ekkert verið öðruvísi á víkingatimbilinu.
og þetta séu bara þessi nútíma víkingar sem að fóru ránshendi landið. Já. Og svo stuttu seinna þá var hann sagt, já, svona höfum við alltaf verið. Já. Og þá það kannski orðin svona ákveðin ástæða, ekki satt? Þá hægt að segja, kannski það í okkar eðli að ganga á langt eða brjóta einhverja reglur eða hvað það nú og það einhvern veginn bara í okkar eðli og við getum ekkert gert að því. Nei, þetta bara í þjóðasálinni. Kom með réttlætingu, útskýringu á ýmsum ósiðum, jafnvel. Já, þetta svolítið ríkt í okkur að reyna að skilja okkar sjálfsmynd sem þjóð á jákvæðan hátt og vilja okkar til þess að túlka fortíðina á jákvæðan hátt og finna okkur ástæður fyrir okkar hegðun og hún gífurlega rík í okkur. Við erum alltaf að reyna að finna þessar tengingar og ástæður. Og hefur kannski eitthvað að gera með einangraða stöðu okkar í heiminum að segja. Já. Og líka, það náttúrulega svolítið ríkt í okkur þessi klassíska, rómantíska þjóðernishyggja. Það ekkert svo langt að maður þurfum ekki að fara langt til þess að finna hana. Nei. Og þegar eitthvað bjátar á þá það sem við förum og tölum og það kemur frá henni opinbera líka. Já. Við munum veðra storminn. Við höfum alltaf veðrað storminn. Þetta rosalega rómantísk ímynd. Og bara kvæðið hans var það Hannes Hafstein eða var það Einar Benni elskaði stormur? Þetta gífurlega rómantískt. Mjög, já. Og við skiljum strax hvað verið að vísa í. Já. Það verið að vísa í bæði eitthvað sem í þjóðinni og okkar skapgerð sem að mótast kannski af landinu og veðrinu og þú veist. En líka það verið að vísa í söguna og hvað við höfum átt þola á þessu skeri og við munum alltaf veðra þann storm. Þannig að bæði þarftu kannski að upphefja lítið líf þitt með einhverjum hugmyndum eða hvað? Mögulega. Já. En þetta ekki bara á Íslandi náttúrulega. Nei. Þetta það sem þessi rómantíska þjóðernishyggja gerir, ekki satt? Og hún býr til þessar stórkostluðu stóru myndir af okkur sem þjóð, hver sem svo sem þjóðin og það mótar okkur svo kynslóð fram að kynslóð. Þannig að þetta það sem að þjóðir gera til þess að svona geta staðið sem heild. Við erum bara alltaf að reyna að finna einhverja samnefnara. En semst þú byrjar þessa viðtalsvinnu þarna fyrir 14-15 ára. Já. Og hvað gerir svo? Já, þetta svona þróast. Ég tek sem sagt viðtöl á víkingaheimum og í Yorkshire Museum í York og í Bretlandi þá eru víkingarnir ekki upprunnin heldur hluti af svona stærri keðju ólíkra hópa sem að þau hafa farið og sótt sér og svo framvegis og þar talað þetta sem hluta af einhverju keðju sem að megi vera stoltur af. Og svo líki doktorsnáminu og fæ nýdoktorstyrk til þess að halda þessari rannsókn áfram. Og ég geri það bara meðfram mínum störfum sem kennari við Háskóla Íslands. Og þá fer ég að stækka rannsóknina og í bókinni þá ég að taka fyrir þessa stóri rannsókn. Og þá það Bretlands eyjar, þá tek ég fyrir eyjuna Mön og Yorkshire. Og ég fer til Noregs, bæði Oslo og Lofoten. Og á Íslandi bæti ég við þjóðminjasafninu líka. Þannig að þetta ansi mikið af söfnum, ansi mikið af stöðum og þá ég að taka viðtöl við starfsmenn safna. Því þá fer ég að hugsa það ekki nóg að skilja hvernig þessi víkingar eru túlkaðir af safngestinum. Ég vil skilja hvernig hún verður til inni á safninu. Og það gert með lýsingu, með textum, með fræðslu, miðlun, ýmsana, það allt þetta sem skapar ákveðið rými sem að leyfir fólki að túlka söguna út frá sínum samtíma og samtíma málefnum. Og þannig að ég að reyna að skilja þessa stóru vitt inni í þessum safnaheimi, hvað gerist. Og komstu strax auga á að það væri mikill áferðarmunur á milli þessara landa, þriggja sem þú nefnir hérna, Bretlandseyjar, Ísland, Noregur? Það sem kannski merkilegt við þetta hvað þetta líkt. Og hversu lítil áhrif það hefur hvort að víkingarnir komu inn sem árásarher eða komu að landi sem mögulega var autt. Það áhugavert. Það rosalega áhugavert. Hvað skýrir það heldur? Já, grunnmyndin hins sama og ég túlkaði þetta út frá þessum sjálfsmyndarhugleiðingum og þjóðernishyggju og ég held að þetta sé svolítið í þjóðarsálinni bæði úti og hér að reyna að finna þessa jákvæðu hliðar á sinni sjálfsmynd.
Þannig að nationalismi og hugmyndir vikingana, það fari svolítið hönd í hönd. Já, það svolítið gjarnt í okkur og vikingarnir eru svo örugg mynd til þess að hengja okkar sjálfsmynd á. Af því að það svo langt síðan þetta gerðist að okkar svona tilfinningulegu tengsl við þessa sögu, hún búin að fjarlægast. Þannig að jafnvel þó við vitum að víkingarnir hafa verið innrásarher og þeir brenndu og þeir rændu fólki, voru þrælahald og nauðguðu, myrtu fólk, brendu það inni og við sjáum allt þetta en það svo langt síðan það gerðist. Þetta ekki lengur í lifandi minni. Nei. Og þá verður þetta, þá breytist þetta svolítið. Já. Svo komum við með dægumenninguna inn í þetta. Hún rosalega sterk og hún gerir þetta nánast óraunverulegt. Og þá myndast einhver svona veruleiki þar sem þú getur hort á þá og tekið út jákvæðar hliðar og endur skilgreintar sem hluti af einhverju þjóðamynd. Þetta gífulega merkilegt. En neikvæðar hliðar eru náttúrulega sterkar líka svo að það setja ekki fram. Já. Víkingarnir eru tengdir við mjög neikvæða öfgastefnur líka. Sko manni dettur í hug áræði, frelsi. Já. Hugur ekki náttúrulega tengt áræði en samt kannski ekki alveg sama hugtækið. Algjörlega. Já, þetta óttaleysi. Og sterk fjölskyldutengsl. Já, einmitt. Virðing. Já, heiður. Sæmd. Passa upp á sína. Já. Vera óhræddur. Og já. Og allt eða ekkert. Allt eða ekkert, innmitt. Og að þora að brjóta lög. Já. Þora að ganga langt. Þar erum við með eitthvað hér á Íslandi, það ekki? Algjörlega. Við elskum að fara fram hjá kerfinu. Það bara eitthvað sem í okkur, að við græðum eitthvað á einhverju slíku, komast upp með eitthvað slíkt, þá það gífulega spennandi. Sko, það sér íslenskt? Ég veit það ekki, en það allavega í okkur. Sko það liggur við að stundum þá þegar ég keyri frá Reykjavík til Mývatnssveitar, sem ég ger oft. Já. Það liggur við að stundum velji ég frekar að fara á nóttunni af því þá get ég spælt lögguna. Einmitt. Að hún sé ekki radarmæla og ég get ekki hraðar. Það nákvæmlega það. Og það þessi mörg okkar tengjum einhvern veginn við einhverja fyrirlitningu á lögum og reglum. Við förum hægt fram hjá myndavélunum og svo brunum við áfram. Og við erum ægilega svegt þegar það eru ómertir bílar með myndavélum. Einmitt. Og þetta ekki endilega hegðun sem þú sérð í mörgum Evrópuríkjum í kringum okkur. Nei, þetta eitthvað í okkur. Okkur finnst þetta ægilega spennandi. Þetta víkingurinn í okkur? Mögulega. Við þurfum að skoða hinn Norðurlöndin. Eru þau líka svona? Ég veit það ekki. Nei. Þetta svolítið skemmtilegt samt, ekki satt? Jú. Ég hef gaman af okkur að þessu. Ég hef gaman af því að sjá hvernig við getum nýtt okkar sögu og menningu og náttúru og list til þess að segja eitthvað okkur sjálf sem þjóð eða einstaklinga. Og við getum túlkað það á þannan hátt og söfnin frábært rými til þess að eiga í þessu samtali. Það ofboðslega skemmtilegt að við erum öll að leita á okkur sjálfum inn á safni. En ekkert rifist þetta innan svona safnan? Ekki átökum af því maður skildi ætla sko að víkingurinn væri mjög umdeild stærð af því að við eins og við erum að ræða núna þú getur haft á hugmynd að þetta sé nauðgari, viðurstyggilegur ofbeldismaður sem að valtar yfir allt og alla og hlýtir bara sínum eigin ofbeldisfulla vilja, eða það sem við vorum að ræða áðan sem svona það jákvæða í hugmyndinni vikingana. Þetta ekki svolítið viðkvæmt? Þetta gífulega viðkvæmt. Umræðuefni og umfjöllunarefni og rannsóknarefni. Sannarlega, þetta gífulega viðkvæmt. Ertu að leggja þið undir? Já, þetta viðkvæmt af því að við erum með sterkar skoðunir á því. Þetta viðkvæmt af því að innan svona safna þessi hugmyndum eða þú kallar þetta víking, þá ertu að selja það út á túrismann. Já. Þú ert ekki að endurspegla raunverulega sögu eins og hún átti sér stað. Nei. Fornleifarnar styðja ekki að þetta hafa átt sér stað við þessum hætti. Og við erum svolítið að ljúga í ferðamennina með því. Já, það hugmyndin. Já. En mér finnst þetta að vera svolítið innföldun á þessu máli. Af því að það eitt að skoða hvað átti sér stað líklega einungis út frá fornleifanum og svo annað og það þessar sögur sem við segjum fortíðina. Já. Og þær engu síður mikilvægar.
Ef þú ferði á safn eins og sögusafnið sem að selja svo út á Víkinga til ferðaþjónustunnar, þá eru þau samt að endurspegla sögur og alla sögurnar sem eru þarna inni eru sögur sem að við höfum sagt okkur sjálfum sem mikilvægar. En leið og þú stillir þeim upp fyrir ferðaþjónustuna, þá er þetta orðið kannski, þá erum við einhvern veginn að koma upp eitthvað leyndamál. Þá erum við að segjast ferðamannunum lygasögu af því að þetta er saga en ekki sagnfræði. Þetta er ekki fornlega fræðilegu sannleikur, þetta er sannleikur þessar menningararfs og þessar sögumenningararfs sem er bara bókmyndirnar okkar og svo framvegis. En þær eru engu að síður mikilvægar, ekki sett. Þegar við lesum öll Íslendingasögurnar í skóla, við vitum öll að það er mikilvægt. Við höfum alls sagt okkur þessa sögu Ísland, fyrst vorum við sjálfstæð, gullöld, svo tóku Danir við, þá vorum við fátæk og óhamingisum, svo eignuðumst við frelsi og þá urðum við nútíma þjóð. Þetta er sagan sem við þekkjum. Af hverju er hún slæm fyrir ferðaþjónustuna en ekki fyrir okkur? Ég spyr mig stundum að því og ég reyni svo lítið að skoða það í bókinni. Og mín niðurstaða er í raun og veru svo að það er hægt að setja upp þessa víkingasögu á ólíkan hátt, hvoru tveggja hefur rétt á sér. Þú getur gert það eins og Þjóðminjasafnið gerir með mjög mikilvægar fornleifafræðilegar staðreyndir sem ekki á að líta framhjá en kannski sagnfræði án sagna hvernig, ef hún tengist okkur ekki neitt, ef hún hefur engin áhrif á okkur, er hún þá ekki svo lítið, vantar þá ekki eitthvað? Og það er það sem þessi söfn sem að byggja líka á sögum, það er það sem að þau bæta við. Þau bæta við sögunum í sagnfræðina. Einmitt. En er ekki af því að við áttum svo langt vont skeið og harðindin, bara barnadauðin, kuldin, vosbúðin, ófrelsið. Íslandssagan er ógeðsleg á löngum köflum. Og svo dettur okkur í huga að leiðin út úr ógöngunum sé að verða sjálfstæð og þá þurfum við náttúrulega að bjaga alls konar breytur og við þurfum að skrifa söguna og hugsa málin okkur í hag eins og allar þjóðir þurfa að gera í aðdraganda fullveldisbaráttu, ekki satt. Og það verður til ákveðin söguskilningur sem er svona áróðurs samstöðuskilningur. Eigum við ekki eftir núna þegar það fyrir nú 80 ár síðan við urðum lýðveldi, eigum við ekki svo eftir að vinda ofan af alls konar vittleysu sem að Alltaf, söfnin eru mjög duglega þessu. Öll söfn, mörg söfn á Íslandi að minnstakosti eru að taka fyrir gífulega mikilvæg málefni. Það verður að taka fyrir akkurat þessa hugmyndir söguna, hvað er rétt og hvað er rangt. Gífulega mikilvæg umræða. Mér finnst spurningin, voru við víkingar vera mjög mikilvæg? Mér finnst það. Mér finnst frábært að söfn séu að hugleiða það. Ég vil að söfn séu ósammála. Þannig að við getum farið á mismunandi söfn og fengið mismunandi svör og hugsa gagnrýnið það. Það er það sem söfnin eiga að vera að gera. Að við getum farið inn á safn og hugleitt, erum við að taka fyrir þrælkun á Íslandi, hvernig sem hún hefur litið út í gegnum árin. Erum við að taka fyrir rasisma eða kvenhatur eða hvað nú erum við að taka allar þessar mikilvægu umræður okkur sem þjóð, erum við að taka þetta fyrir og söfnin eru oft mjög dugleg við að taka fyrir þessu umræðuefni og gera þeim einhvers konar skil. Og það er það sem ég vil að svolítið að söfnin geri. Ég vil frekar vera að þau séu með ólíkar hluti út frá kannski, ég vil að söfnin viti hver þau eru. Ég vil að þau hafi beri ábyrgð á sinni sögu, sínum safnkosti og séu óhrædd við að stíga inn í samtíman og segja, hér er það sem við vitum, hér er það sem við hugsum og hvað nú? Hvernig ætlum við að breyta hugafarinu? Er komin tími á að endurskoða ákveðna hluti og taka ákveðna hluti fyrir betur og skýrara? Söfn getur verið frábær staður fyrir þessar lýðræðisumræður og eru það stundum. En hvað ráðleikur mér í kvöld þá segjum að ég hafi verið boðar til þess að flytja lítið erindi eitthvað einhvers staðar í 20-30 manna sellu
Má ég droppa orðinu víkingur og þá hvernig, sko, bara af því að mér finnst þetta ekki alveg einfalt? Nei, þetta er nefnilega svolítið flókið og ég er raun og veru eins og ég segi, ég vil ekki taka afstöðu með og á móti af því að það fer eftir við hvernig þú talar og ég vil frekar eiga samtalið. Já. Ég er rosa ánægð með það að við séum að minnast á þetta orð, opinberlega og segja víkingur. Og ekki Heiðar. Já, einmitt, nákvæmlega. Ég vil að við stoppum og segjum hvert erum við að fara? Já. Hvernig komumst við hingað? Já. Hvernig leiddu umræðan inn í þetta? Já. Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Þannig að notaðu orðið, óhikað og ef þú færið einhvern sem að segir þetta er bara algjör þvæla, við erum ekki víkingar, það svo eru frábært, af hverju ekki? Já. Tölum aðeins það. Já, við eigum eftir að gera betur upp þetta hugtak. Já, maður leiðist svolítið áfram, það er líka eðlilegt, maður leiðist áfram af því umhverfið sem er í kringum hann. Og það finnst mér líka að vera eðlilegt og öll söfn fylgja eftir samfélaginu, þannig að það er ekkert óeðlilegt það að víkingar séu aðeins komnir inn í markaðssetningu safna, til dæmis þjóðminjasafnsins. Svo er fræðslan allt annar handleikur, fræðslan hefur allt annað kannski hlutverk á sömu leyti heldur en sjálfsýningin. Sýningin endurspeglar safnkostinn og fræðslan er að reyna að tala við fólk og reyna að vekja áhuga fólks. Hvað heitir bókin þín? Hún heitir The Performance of Viking Identity in Museums. Stórt heiti. Hver gefur út? Routledge. Já. Það er náttúrulega topp útgefandi. Já, frábær útgefandi, rosalega gott að vinna með þeim, mjög viðamikil yfirferð á bókinni og það hjálpaði í þessu ferli. Að reyna að finna út af því hvernig þú tekur saman svona mörg lönd og mörg söfn í 100.000 orðum. Það er ekki auðvelt eldur. Það var svo mikið sem ég vildi segja, já, sirka. Það var svo mikið sem ég vildi segja og það var margt sem ég þurfti að sleppa sem var mjög erfitt. En maður verður að gera það til þess að gefa ákveðnu umræðu meira rými. Ég vildi geta tekið fyrir dæmis umræðan útrásarvíkinga. Ég vildi geta tekið fyrir Brexit sem var rætt við á Yorkshire-safninu að safngestir fóru að sjá víkingasýningu og fóru að hugsa Brexit. Mér finnst það vera óbúslega merkileg tenging. Þannig ég kannski leyfi ákveðnu umræðum að vera ríkjandi og þar að leiðandi að sleppa öðrum sem eru engu síður mikilvægar en komað svo í síðari bókum. Ég er viss það. Og svo er útgáfu viðburður náttúrulega í kvöld og ég er mjög spennt að sjá hvernig viðburðum verða við bókinni þá. Já. Það er í samstarfi við höfuðborgardeild Norræna félagsins og safnafræðin og við verðum á Norrænahúsinu. Það verður glíma, það verður tónlist. Já. Það verður að spyrja hvert annað eigum við að nota orðið víkingur á söfnum. Já. Og það er umræða sem að fer í gang þar í kvöld og ég er gífurlega spennt að sjá hvað viðburðum verða við því. Þegar segir þar verður glíma. Já. Það er einmitt ég ólst upp í Mývatnssveit og þar var mikið lagt upp úr glímu. Ertu að segja mér að þú kunni glímu? Já. Ætlarðu þá að taka nokkuð glímubröð við Reyni í kvöld? Hvað er Reynir það? Hann er á glímudeild KR. Þarf að taka nokkra garpa með sér. Ég er ekki viss að ég geri áhorfendur þannig greiða að stíga þarna frá sem skemmti að það myndi vera frábært PR fyrir mig. Já, en ég man það að ég elst upp í svona umhverfi sem að er það sem víkingur er jákvætt hugtak. Glíman er allt þetta gamla þjóðlega forna því er haldið mjög á lofti. Og síðan hefur maður farið í gegnum ótal mörg einhvern veginn skeið og orðið víkingur verið svolítið svona gengið allt það má eiginlega segja að það hafi verið á einhverjum tímapunkti hafi bara verið gengið á milli bols og höfuðs á því hugtæki eins og ég hef upplifað þetta þannig að þetta er allt saman pínu ruglingslegt. Þetta er ruglingslegt, ég er rosa ánægð með að skuli segja þetta af því að mér finnst það líka ruglingslegt og ég er búin að vera að rannsaka þetta yfir 10 ár. En ég er svo ánægð með það að við séum að tala saman um þetta. Já, einmitt. Ekki bara þetta er rangt eða þetta er rétt, heldur að hugleiða af hverju þetta er rangt og af hverju þetta er rétt. Já. Það er það sem ég er spennt fyrir. Já. Og notabenni glíman, mér finnst hún ofboðslega skemmtileg. Já. Ég veit ekki hversu mikið fólk þekkir glímu almennt, en er ekki svolítið tími til þess að leyfa henni að rísa herra sem kannski okkar svona íþrótta víkinga arfleifð. Já, þótt ekki væri nema bara líka hvað brögðin eru
hvað heita skemmtilegum heitum. Hælkrókur, klofbragð, sniðglíma. Þetta hræðilega spennandi. Þetta mjög spennandi. Já, þess vegna valdi ég glímuna. Já. Það fannst vera gaman að blanda henni inn í umræðinu og segja, eru þetta vikingar? Já. Eru þeir eitthvað allt annað? Já. En til hamingju með útgáfu bókarinnar. Þetta er stórvirki, heyri ég. Og gaman að allt sem tekur líka svona langan tíma, það hlýtur að vera svona, er ekki blendnar tilfinningar í brjósti? Jú, þessi rannsókn skiptir mig gífurlega miklu máli. Ekki síst að því ég er Íslendingur og skrifa íslenskt þjóðerni og sögu og söfn. Ég að skrifa mig kannski svolítið frá því líka, eins og maður gerir, ekki satt? Hvort sem maður er fræðimaður eða rithöfundur eða hvað það maður er alltaf að hugsa hlutin út frá sjálfum sér og maður reynir náttúrulega að fjarlægast það líka, sko. Þannig að það er gífurlega, ég er rannsókn sem ég er mjög vænt og ég sé fram á að halda henni áfram einhverjum hætti því að reyna að skilja hvernig fólk hugsar og af hverju og hvað skiptir okkur máli. Það er eitthvað sem að mér finnst þarf þess verið að skoða. En á sama tíma þá er ég ofboðslega fegin að hún er búin. Já. Af því hún tók svo langa tíma. Og það eru svo margar aðrar rannsóknir varðandi söfn sem að ég er spennt fyrir að halda áfram með. Já. Og ég veit að þitt böl þegar þú skrifar 100.000 orð í fræðitexta. Já. Þú ert ekki mikið að skrifa út í loftið það að binda þetta allt saman með fræðimennsku heimildum og öllu. Já, það er annarkvært orðvísa í heimildir, ekki síst til að enginn verði móðgæður. Nei, einmitt. Og að fólk geti haldið áfram og skoða þessa þræði lengra heldur en ég get gert. Einmitt. Og svo er maður alltaf með samanskapita því að viðtölin sem ég tók við starfsfólk safna voru svo stórkostleg og svo rík af efni og það er svo mikill áhugi meðal safnamanna að gera hlutina vel og það var rosa erfitt að hafa ekki pláss í að nota þau ennþá meira og leyfa þeim að tala ennþá meira heldur en ég gerði og það er að því að fræðin krefjast þess að ég skoði líka fræðibækurnar á bakvið. Já. Þannig að ég á eftir að þurfa að vinna meira með þessu gögn. Þetta eru fleiri klukktímar af viðtölum. Já. Þannig að ég á eftir að gera meira við þau. Einmitt. En til hamingju. Takk fyrir. Og takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig. Segir Guðrún Dröfn Whitehead. En rauðaborðið verður þá ekki lengra hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum samveruna og minnum á hnappinn sem er á vefsíðu samstöðurinnar samstöðin.is sem merktur er áskrift. Þar geta þeir sem njóta þess að fylgjast með okkar dagskrá frítt, þeir geta lagt okkur lið með því að styrkja okkur hóflegt mánaðarframlag 2.500 krónur og við erum líka bara að minna á það að við erum í útvarpinu 89,1 margir sem að hlusta á okkur. Við erum á símanum og við erum á hlaðvarpsveitum og það er víða til samstöðarinnar vitnað eins og við höfum orðið vitni að síðustu sólarhringa. En takk fyrir samveruna í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.